Góðan daginn, góðu gestir og áhorfendur og velkomin á loftslagsfund Festu og Reykjavíkurborgar. Við erum hér í streymi vegna þess að það er aðeins búið að herða sóttvarnareglurnar en það eru örfáir gestir hér í Hörpu. En velkomin að skjánum þið hinn. Yfirskrift fundar í ár er framtíðarsýn og næstu skref og dagskráin er fjölbreytt. Og ber kannski svona merki þess að margir sem koma fram hér í dag eru nýkomnir heim frá Glasgow. Það er nýafstæðin þýðingarmikil loftslagsráðstefna Sameinuðu þjóðanna, COP26. Og við fáum eflaust að heyra sitthvað frá þeirri ráðstefnu. Hvort þetta hafi bara verið ykkur bla bla ráðstefna eða stór og mikilvæg samkoma. Mér datt nú í hug frændi minn sem lýsti einhvern veginn yfir að hann væri hættur að drekka í það sinn sennilega í 5. sinn og ekki margir sem tóku mark á honum. En amma mín sagði orð eru til alls fyrst og frændi minn hefur ekki drukkið deigan dropa síðan. Þannig að það er alveg rétt sem amma sagði, orð eru til alls fyrst. Og það er mjög mikilvægt að greina vandamálið og setja sér markmið og hefja svo handa. Þetta er 7. loftslagsfundurinn sem er haldinn. Þetta er samstarfsverkefni Festu og Reykjavíkurborgar. Og þetta hófst þegar rúmlega 100 forstjórar skrifuðu undir loftslagsyfirlýsingu Reykjavíkurborgar og Festu í Höfða árið 2015. Merkilegt að þetta skuli hafa verið gert í Höfða. Merkilegir samningar og merkilegt samkomulag sem eru ritað undir þar. En hérna í morgun þá bættust við formlega 11 fyrirtæki í þennan hóp og þau skrifuðu undir yfirlýsinguna sem setur fram 3 markmið að draga úr úrgangi og losun, mæla og birta opinberlega árangurinn. Og þetta er metfjöldi sem bætist við á milli funda miðað við síðustu ár og þessi fyrirtæki eru Te & Kaffi, Wise, Íslandspóstur, Bígó, á Íslandi, Festi, Bakkin, Krónan, Elko, Lífeyrissjóður, Verslunarmanna og Heimstaðinn. Þannig að velkomin borð og ég held að það sé mjög mikilvægt umhverfismál og loftslagsmál að koma í þennan hóp og vera með virka umhverfisstefnu. Framtíðin er að fylgjast með okkur og við Íslandi erum með aðgerðaráætlun í loftslagsmálum, 55% samdráttur á næstu 8 árum og þetta er kannski mikilvægasti landsleikur sögunar í mesta verkefni mannkyns fyrr og síðar og ég held að framtíðin spyr okkur hvað ætlar þú að gera í þessum mikilvæga landsleik, hvað ætlar þú og þitt fyrirtæki að skora mörg. Og nú fylgjast bara allir með umhverfisstefnunni, kolefniseiningum, endurvinnsluhlutfalli, þannig að þetta skiptir máli. Og það er hægt að mæla þetta allt saman á heimasíðu Festu. Ég hvet alla til þess að kynna sér loftslagsmæli Festu. Hann er opinn öllum án endurgjalds og þar geta öll fyrirtæki og allir reiknað út losun frá sínum rekstri. Og þetta er að verða sjálfsagður hlutur eins og venjulegt bókhald að fylgjast með öllum loftslagsmælingum. Mælirinn hann fylgir alþjóðlegum stöðlum og það er sérfræðingahópur innan aðildarfélaga Festa sem heldur utan þennan mæli. Þetta er mjög gott vinnutæki, gott tól, hann er uppfærður árlega og Efla verkfræðistofa sér að uppfæra þennan glæsilega mæli og gefur vinnu sína til verkefnisins. Þannig að allir að mæla starfsemi sína og ágætt að nota þennan mæli. Festa býður líka upp á heildstæðan fræðslupakka gerð og innleiðingu stefnu í loftslagsmálum, aðgerðir í loftslagsmálum og þannig kennslumyndband notkun loftslagsmælisins. Og þetta er allt frítt til afnota. Þetta má nálgast inn á vefsíðu loftslagsmælisins, climatepools.is og samfélagsábyrgð.is. Árlega þá gerum við könnun á framfylgd loftslagsyfirlýsingarinnar meðal þeirra sem hafa
undirritað og þetta er að vera stór og myndarlegur hópur. Þetta eru 167 fyrirtæki og það er mjög ánægjulegt að atvinnulífið sé að taka mjög virkan þátt í þessu stóra og mikilvæga verkefni. Það helsta í könnuninni ár eru þessar niðurstöður. Æðstu stjórnendur, forstjórar og framkvæmdastjórar eru í 50% tilfella ábyrgðaraðilar sem gefur til kynna að menn eru farnir að taka þessa hluti mjög alvarlega í öllum fyrirtækjum og í atvinnulífinu. Loftslagsverkefni, það er lítil breyting milli 2021 og áruna 2019 og 2020 en hækkun frá 2017 þegar æðstu stjórnendur voru í 37% tilfella ábyrgðaraðilar. Fjöldi fyrirtækja sem hafa frætt starfsfólk sitt áherslur þeirra í loftslagsmálum jókst úr 72% í 85% á milli ára. Þannig að umræðan er að aukast og greinilegt að umhverfisstefna fyrirtækja skiptir miklu máli. Þau sem birta tölur sína opinberlega fara úr 46 upp í 65% og fjöldi fyrirtækja sem hafa samband við birgja til að efla mælingar eða mæla losun eykst úr 44% í 58% milli ára. Þannig að þetta eru mjög ánægjulegar tölur og hér er greinilega góður árangur í virkri umhverfisstefnu íslenskra fyrirtækja. Þessi viðburður hér í dag, hann hefur verið kolefnisjafnaður sem mjög ánægjulegt. Það hefur verið keyptar einingar hjá Votlendissjóði og Kolviði og auk þess sem einingar hafa verið keyptar af vottuðum aðilum á vegum High Impact og Gold Standard. Og þetta er nú til dæmis eitt af því sem við ætlum að ræða hér í dag. Það eru einmitt þessar kolefniseiningar. Ef þetta er stór landsleikur eins og ég var að tala þá þurfum við dálítið leikreglurnar hvað við getum gert og hvernig og við ætlum að fjalla það. En fyrstur í pontu, það er framtíðin, það er varaformaður ungra umhverfissinna, Egill Örnuson Hermannsson, stjórnmálafræðinemi við Háskóla Íslands, fyrrum Selfyssingur, flugvallar, nágranni, rafbíla eigandi og varaformaður ungra umhverfissinna. Við erum allir afar þakklátt fyrir að vera hérna. Hann kom bara með nokkru klukkustunda fyrirvara. En Egill, velkomin. Takk fyrir það. Fundarstjóri, borgarstjóri, ráðherra, aðrir hér í salnum og áhorfendur í streymi. Ég þakka fyrir þetta tækifæri sem Tinnu formanni barst að tala hér á þessari ráðstefnu og þakka líka Tinnu fyrir að treysta mér fyrir því að koma í hennar stað. Ég vona að við getum látið mig duga hér í stað hennar. Ég er einn af þeim fáu líklega hérna inni sem ekki fóru á loftslagsfund Sameinuðu þjóðanna, COP26, sem lauk í Glasgow síðastliðna helgi, en ég fylgdist með heiman frá og Tinna og Rafn og fleiri sögðu mér og öðrum frá hvernig gekk að semja. COP26 er framhald af Parísarsamkomulaginu sem náðist árið 2015, sem varð einmitt kveikjan að loftslagsyfirlýsingu Festu og Reykjavíkurborgar, þar sem yfir 100 forstjórar og framkvæmdastjórar fyrirtækja skrifuðu undir loftslagsyfirlýsinguna í Höfða sama ár. Það var leiðilegt að hafa ekki verið viðstaddur þá, en það er kannski skiljanlegt því ég var hvorki í fyrirtækjarekstri né búinn með 9. bekkinn. Þessi loftslagsráðstefna var mikilvægari en það sem hafa átt sér stað, þar sem að hún var í fyrsta skipti stóra prófið á Parísarsamkomulaginu 2015, þar sem öll ríki sömdu að takmarka hækkun á meðalhita á jörðu með vel undir 2 gráður og halda áfram viðleitni til að fara ekki yfir 1,5 gráðu yfir því sem var fyrir iðnbyltingu. Einkageirinn var einmitt áberandi á COP26, einkum fulltrúar fyrirtækja í tæknilausnum í baráttunni við loftslagsbreytingar, en
einnig fulltrúar kola- og olíufyrirtækja. Niðurstöður COP26 styðjast við einróma samþykki allra aðildarríkja og þó að við höfum vissulega stigið skref í rétta átt, þá eru þau ekki nægilega stór til að takast á við það gríðarstóra vandamál sem loftslagsbreytingar er. COP stendur bara yfir í 2 vikur á ári. En við megum ekki gleyma öllu sem gerist þær 50 vikur sem eru eftir. Þá taka við verkefni allra heima fyrir til þess að trappa niður losun sína. En hvar liggur ábyrgðin á því að draga úr losun? Liggur hún hjá fyrirtækjum? Því jú, þau teljast meðal stærstu losunarvalda heims. Eða liggur ábyrgðin hjá neytandanum? Því það er nú þeir sem að kaupa vörur hjá þjónustu frá fyrirtækjunum og ekki væri fyrirtæki með rekstur án kaupenda. Eða er ábyrgðin hjá stjórnvöldum? Það er auðvitað þau sem setja lög svona lagað og ættu því að setja löggjöf hvað þetta varðar. Þetta er erfið spurning, en það vill svo til að ég er með lausnina hér. Hér stendur að lausnin sé samstarf allra þessar þátta. Jæja. Við þurfum öll að ganga lengra. Ríkisstjórnir verða að leiðbeina einkageiranum með vísindi að leiðarljósi. Einkageirinn hefur mikið rými til þess að ganga enn lengra í loftslagsaðgerðum og ætti að sjá hag sinn í því. Því er mikilvægt fyrir ykkur að hnippa í næsta fyrirtæki. Hey, ertu með sjálfbærnistefnu? Hey, eru þið í festu líka? Hey, eru þið að gera eitthvað besta til að skilja eftir lífvænlega jörð? Nú vitum við að lágkolefna hagkerfi er eina mögulega hagkerfi framtíðarinnar. Þau fyrirtæki sem ganga hratt til verks núna munu uppskera síðar með því að öðlast samkeppnisforskot. Fyrir utan þá góðu tilfinningu við að vera hluti af þeim breytingum sem þurfa að gerast í samfélaginu. Þetta er eins og svona skólabókardæmi. Viljum við eyða 1000 kalli núna í nammi eða spara fyrir íbúð, lífvænlegri jörð? Fyrirtæki verða að byrja að hugsa lengra fram í tíman. Í hvaða samkeppnisumhverfi munum við vera þá? Ég fagnaði mjög að fyrirtæki sé að taka til hendinni og setja fram markmið og mælikvarða á losun í samstarfi við festu. Fyrirtæki ættu að vera með á hreinu hver losun þeirra er, svo þau geti sett sér markmið til þess að standa við svo. En hvar eru fyrirtækin? Mörg þúsund fyrirtæki hérna á Íslandi og 160-70 í festu. Hvar eru fyrirtækin? Ég fagnaði mjög að fyrirtæki sé að taka til hendinni og það er jákvætt og ekkert sjálfsagt að ganga lengra en regluverki segir til en þetta er bara nauðsynlegt og viðmiðið núna. Fyrirtæki bera ábyrgð. Tíminn er liðinn þar sem við getum státað okkur af því að fylgja lægsta mögulega samnefnara. Núna þarf meiri metnað til þess að ná markmiðum heimsins í loftslagsmálum. Hlutirnir gerast ekki af sjálfu sér. Nú þarf pólitískan vilja til aðgerða og þrýsting frá fyrirmyndafyrirtækjum hér til þess að aðgerðir verði fullnægjandi. Þeir hlutir sem okkur finnst sjálfsagðir í dag þurftu mikið átak til að ná í gegn á sínum tíma. Og oft er þetta átak einmitt leitt af ungu fólki. Unga fólki er hrætt við framtíðina, því finnst það valdalaust og ráðalaust í baráttunni við þennan gríðarlega vanda sem við stöndum frammi fyrir. En því þurfum við að vera tilbúin að sjá fyrir okkur bjartari framtíð til að þora að taka skrefið í þá átt. Það þarf einhver að taka af skarið og þið hafið þá vegferð hér, en núna er komið að spretthlaupinu. Takk fyrir.
Þakka þér fyrir Egill og það ánægjulegt að strax í upphafi fundar komin lausn og ég held að sé rétt sem Egill segir varðandi lausnina að það sé einhvers konar samvinna. Ég vitna hér í Sverri Norland félaga minn sem skrifaði mjög ágæta bók sem hann gaf út á síðasta ári, Stríð og kliður, sem eru hugleiðingar umhverfismál, en þar segir Sverrir að það sé ekki endilega hæfustu dýrin sem lifa af heldur gæfustu dýrin. Það ekki endilega sterkasta, grimmasta grameðlan sem lifir af heldur litlu sniðugu spendýrin sem vinna með fuglunum og öllum hinum dýrunum, hinni gæfustu sem lifa af og ég held að þetta sé svolítið góð hugleiðing varðandi þetta vegna þess að atvinnulífið hefur þetta fyrst og fremst einkennst af mikilli samkeppni en kannski þurfa fyrirtæki að fara að vinna meira saman. En ég sagði hérna í upphafi að mikilvægasti landsleikur þjóðarinnar fyrr og síðar sé þessi aðgerðaráætlun í loftslagsmálum, 55% samdráttur á næstu 8 árum. Þá hefum við að kalla upp á svið landsliðsfyrirliðan í þessu verkefni. Það Guðmundur Ingi Guðbrandsson, umhverfis- og auðlindaráðherra. Velkomin. Góðan daginn og sæl og blessuð öll sömul. Ég eiginlega að byrja á að fá að spyrja fundarstjóra hvað ég hafi mikinn tíma svo ég fari ekki yfir. 10 mínútur. Jaha, við reynum það. Sérst á mér að ég er farin að sjá illa, ég er farin að halda þessu svona. Æ, ég þakka þér fyrir þetta hugreistandi svona morgni til. Já, bara aftur takk fyrir að bjóða mér og takk enn og aftur Festa á Reykjavíkurborg fyrir að halda þennan fund sem er að mínum mati mjög mikilvægur. Ég var að reikna það út, þetta í 5. skipti sem að þið bjóðið mér að koma hingað. Mín fyrsta opinbera umræða minn fyrsti opinberi fundur og ræða sem umhverfisráðherra var á þessum fundi fyrir 5 árum síðan. Þannig að það svona, ég ber hlýjar tilfinningar til þessa fundar. Ég myndi aldrei segja nei við ykkur að mæta. En mér langar aðeins að tala um framtíðina, út frá loftslagsfundi Sameinuðu þjóðanna og það var kannski þrennt sem að lá sérstaklega fyrir fundinum. Það var í fyrsta lagi að þjóðir heims þeim var gert að setja fram landsmarkmið, hert landsmarkmið sem að myndu halda í við þá hlýnun sem að verða á jörðinni í samræmi við Parísarsamkomulagið. Og fyrir fundinn þá stemdi í miðað við loforð þjóða heims eða ríkja heims 2,7 gráðu hlýnun meðan að líkt og hér kom fram áðan, samkvæmt samningnum eigum við að vera undir 2 og sem næst 1,5. Meðan á fundinum stóð og ný loforð komið fram, þá fórum við niður í 2,4 gráður. Þannig að það enn mikið verk að vinna og því miður náðist þetta ekki í þessum leik, svo ég noti líkingu fundarstjóra hér. En það var mikilvæg ákvörðun tekin á þinginu sem að snýst það að við skulum segja að það hafi ekki verið flautað til leiksloka, heldur til framlengingar og hún á að verða þá fyrir lok næsta árs. Það var líka talað að reyna að klára 100 milljarða bandaríkjadala fjárframlög ríkra þjóða til þróunarríkja. Þetta gekk allvel en þó náðist það ekki alveg 100% og í þriðja lagi að þá var hinn svokallaða reglubók Parísarsamkomulagsins, það að segja útfærsla á ákveðnum greinum samningsins sem að var til umræðu og eitt af því sem að var verið að semja á fundinum og það tókst að klára það, þannig að samningurinn núna kominn í fulla framkvæmd og það afskaplega ánægjulegt. En það voru fleiri þættir sem að gerðust á þessum fundi sem að eru mikilvægir fyrir framtíðina. Og ég leyni því ekki að ég var fyrir vonbrigðum að við náðum ekki frekari árangri þegar það kemur á landsmarkmiðunum, en það sem að gerðist á þessum fundi í rauninni að ríki heims sammæltust það
að núna skulum við stefna að því að fara ekki yfir 1,5 gráður hlýnun og í rauninni í stað 2. Það var eiginlega niðurstaða fundarins, eða eina niðurstöðum fundarins. Og þið hafið sjálfsagt mörg hort á Orange is the New Black, eða hvernig þetta var, 1,5 er hið nýja 2,0. Það held ég bara þannig sem að við eigum að líta á þetta núna og við verðum að hnykkja á því. Þetta er það sem að vísindin segja okkur og þetta er eitt af því sem að þessi samningur hefur gert mjög gott, að það er þegar að IPCC lætur vinna þessa skýrslu þar sem verið er að skoða hvaða afleiðingar 1,5 og 2,0 hafa. Annað sem var mjög mikilvægt á þessum fundi var að texti sem að kveður á að draga skuli úr notkun kola og draga skuli úr niðurgreiðslu á jarðefnaeldsneyti kom í fyrsta skipti inn í ákvörðun fundarins. Það var vissulega dregið úr orðalagi í samningaviðræðum og svo framvegis, en þetta er gríðarlega mikilvægt atriði vegna þess að þetta er viðurkenning allra á því að þarna liggur stór hluti vandans. Og hitt sem er mjög mikilvægt er að náttúruvernd, vernd vistkerfa, endurheimt vistkerfa er annar þáttur, það er að segja mikilvægi þess að nota náttúrulegar lausnir eða nature-based solutions er fest í sessi með ákvörðun þessa aðildarríkja fundar. Og það komið þarna fram ýmsar yfirlýsingar sem að skrifaðar voru undir, má sérstaklega nefna þar yfirlýsingu 130 þjóða að stöðva eyðingu skóga fyrir 2030, gríðarlega mikilvægt, yfirlýsingum 100 þjóða það að draga úr losun metans 30% árið 2030 með 2020. Þetta er ekki hluti af samningnum, en þetta eru gríðarlega að mínum mati mikilvægt að svona yfirlýsingar komið fram og vonandi skila þær sér síðan inn í stefnumótun og mörkun heima fyrir sem að getur skila sér aftur inn í hertari landsmarkmið á næsta ári. Mér langar að nefna 4. atriði varðandi þessi önnur atriði sem að þarna komið fram en þau sem að ég nefndi í upphafi og það eru sem að lítur að fyrirtækjum og fjárfestingum. Minn skilningur, mín tilfinning er svo að fyrirtæki er í stór auknum mæli komin inn í þessa umræðu, komin inn í aðgerðir og maður sér heilmikinn mun á því núna og bara fyrir nokkrum árum. Þetta er ofboðslega mikilvægt vegna þess að þarna er mikið hreyfiafl fjármagns sem að mun fara inn í loftslagsvænar fjárfestingar á næstu árum. En mér langar að nota síðustu 10 mínúturnar mínar í að, þetta var átt að vera fyndið, ok, í það að ræða aðeins Ísland og hvað er framundan. Að mínu mati þá höfum við á síðustu 4 árum snúið blaðinu við í loftslagsmálum. Það þýðir ekki það að við getum ekki gert betur og að við eigum ekki að gera betur. Það eigum við svo sannarlega að gera. En það hefur verið lagður gríðarlega góður grunnur að því að stíga núna enn stærri skref heldur en við höfum gert. Við erum með aðgerðaráætlun sem að næri yfir alla geira samfélagsins. Það þarf að herða ýmsar skrúfur þar til þess að ná meiri árangri. Það þarf að setja inn fleiri aðgerðir á mörgum sviðum. Þar mætti nefna sjávarútveg, landbúnað og byggingariðnað sérstaklega. En það var það eitt af því sem að stemt var að með útgáfu aðgerðaráætlunarinnar fyrir 1,5 ári síðan að vinna áfram þær aðgerðir. Í öðru lagi þá erum við núna komin með stefnum aðlögun sem við höfum ekki áður haft á Íslandi og á grunni hennar þarf að vinna aðgerðaráætlun hvernig við ætlum sem samfélag að aðlagast að loftslagsbreytingum. Og í þriðja lagi að þá hefur markmið kolefnishlutleysi árið 2040 verið lögfest. Við erum ein af 11 ríkjum í heimi sem að höfum gert það. Og við höfum lagt fram fyrstu langtímasýnina til samningsins hvað varðar það atriði. Hún samanstendur í rauninni af nokkrum sviðsmyndum sem að hafa verið unnar í gegnum almenningssamráð,
og í gegnum vinnu sérfræðinga, okkar færustu sérfræðinga við háskólana í landinu og býr til ákveðið undirlag til þess að geta tekið þetta stóra verkefni áfram inn í samfélagið til að ræða við fólk og fyrirtæki þannig að við vörðum leiðina til 2040 að því að fasa út jarðefnaeldsneyti, að því að takast á við gróðureyðingu og sjálfbæra landnýtingu og svo framvegis og framvegis. Þannig að það eru risastór verkefni framundan og þetta allt saman á grunni þessara atriða þurfum við núna að byggja hert markmið með tilliti til þærrar ákvörðunar samningsins að við ætlum að halda okkur við 1,5 gráður hlýnun en ekki 2. Við þurfum að halda áfram með langtíma stefnumörkunina eins og ég hér nefndi og svo þurfum við að huga að því hvar vill Ísland skipa sér í forystu þegar kemur á loftslagsmálum. Og ég segi hvar, ég held að við getum ekki verið allstaðar. Í fortíðinni þá gátum við talað að við værum leiðandi þegar það kæmi að jarðhitanýtingu sem væri mikilvæg til húshitunar, líka hvað varðar rafmagnsframleiðslu þó svo að henni hafi vissulega fylgt ýmsar fórnir á náttúrunni. En hvar ætlum við að staðsetja okkur í nútíðinni og í framtíðinni? Og þar mætti nefna að Norðurlöndin, búið með tímann. Ég ætla að fá að klára þetta ef ég mögulega má teka ekki langan tíma í það. Hvar ætlum við í framtíðinni að marka okkur sem forysturíki í loftslagsmálum? Og ég nefni hér að Norðurlöndin skipa sér til dæmis í 5 efstu sætin þegar það kemur að orkuskiptum í bílum. Noregur trónir þar á toppnum og Ísland í öðru sæti þegar það kemur að rafbílum. En ég held að orkuskiptin séu eitt af þeim verkefnum þar sem að við eigum að geta verið á meðal fremstu þjóða. Ekki bara í rafbílum, heldur líka þegar það kemur að því að huga að skipaflotanum og flugvélum. Mér langar líka að nefna náttúrulega lausnir. Við megum ekki gleyma þeim. Þær hafa í síauknum mæli núna á undanförnum árum komið inn og eitt af því sem að ég tók eftir í þeirri góðu vinnu sem að mér langar að hæla hér sem að ungir umhverfissinnar gerðu fyrir kosningarnar að þau tengdu náttúrulegu lausnirnar, þau tengdu náttúruna, endurheimt, líffræðilega fjölbreytni við loftslagsmálin. Það er lykilatriði að gera þar og þarna eigum við Íslendingar langa sögu sem að við eigum að geta byggt meira á. Gleymum því heldur ekki á hvaða sviðum við getum náð langt og verið í forystu þegar kemur á rannsóknum og vöktun. Og mér langar sérstaklega að nefna súrnun sjávar vegna þess að þar eigum við lengstu seríu í heimi sem að mælir hver súrnunin hefur verið í hafinu. Og ég setti í gang fyrir 2 árum með samningi við Hafrannsóknastofnunina vinnu við rannsóknir á áhrifum súrnunar á lífríkið. Þannig að við erum að stíga næsta skref þegar það kemur að því og þetta held ég að geti orðið mjög mikilvægt í framtíðinni. Að lokum langar með að nefna tæknilega lausnir eins og Carbfix. Þar hafa íslensk stjórnvöld verið að styðja við framgang þeirrar tækni með lagabreytingum og reglugerðarbreytingum sem við erum að vinna í núna, auk þess sem að með því samstarfi sem við eigum við Noreg og Evrópusambandið hafa opnast upp sjóðir, nýsköpunarsjóður ESB þar með talin í loftslagsmálum, sem að fyrirtækið var til dæmis, Carbfix fyrirtækið, að fá stóran styrkur núna á dögunum. En þetta er eitthvað sem að ég tel að íslensk stjórnvöld eigi að geta stutt meira við verkefni sem að eru eða hafa með föngun og förgun á kolefni í andrúmsloftinu að gera. Það eru gríðarlega spennandi tímar framundan. Þetta verður ekkert auðvelt, það sagði líka enginn að það ætti að vera það, en ég held að fyrst og fremst að þá sé þetta spennandi því að hvað er skemmtilegra og hvað er meira gefandi heldur en að taka þátt í því
að búa til lífvænlega jörð og fá að taka þátt í því að móta framtíð sem betri fyrir plánetun okkar og betri fyrir fólkið, dýrin og allt annað lífríki. Það ekkert verkefni sem ætti að vera jafngefandi. Og mig langar að skilja við ykkur með því og mínum auka 2 mínútur sem ég þakka fundarstjóra fyrir. Þakka þér fyrir, Guðmundur Ingi, og það mjög táknrænt hjá umhverfisráðherra að vera bara með sína eigin klukku og fylgjast vel með tímanum því að klukkan tifar og stjórnvöld eru held ég mjög meðvituð það. Sömuleiðis borgaryfirvöld, Reykjavíkurborg ásamt Festus sem stendur að þessum fundi og Reykjavík stefnir að kolefnishlutleysi árið 2040 sem mjög metnaðarfullt. Ég nú nýkominn heim, fluttist til Íslands aftur til Reykjavíkur eftir tæplega áratug í útlöndum og sé mjög glögglega breytingar hérna í minni heimaborg. Það var mjög svona, það er þetta stóra markmið en ég sé mjög glögglega að margt hefur breyst. Það til dæmis miklu auðveldara að hjóla, ég mikill hjólreiðamaður og það allt í einu bara mun betri hjólreiðastígar en síðan hafa mjög róttækar aðgerðir verið í gangi greinilega því að ég tek eftir til dæmis Carbfix sem á vegum Orkuveitunar ON og Gaia, jarðgerðarstöðin. Þetta eru mjög róttækar aðgerðir í loftslagsmálum og það kallað eftir róttækum aðgerðum núna í loftslagsmálum eftir COP26 og þetta eru mjög róttækar aðgerðir. Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri, velkomin. Takk fyrir Freyr, ráðherra, góðir fundamenn. Já, við erum hér í höfninni og höfum sett okkur það markmið að vera ekki bara græn borg, heldur líka með bláan sjó og bláar hafnir eins og við segjum stundum. Við viljum í raun hugsa borgarumhverfið allt sem eina heild. Hvert hlutverk borga í þessu? Þegar við vorum í Glasgow þá vorum við að fylgja í raun eftir þeirri sýn borga að loftslagsmálin eru mikilvæg til að láta þau í raun ríkisstjórnum og þjóðríkjum einum eftir. Og festu samstarf Reykjavíkurborgar og festu og loftslagsyfirlýsingin gengur í grunninn út á það að borgin og atvinnulífið taki höndum saman og þrói samfélagið eins hratt í átt að grænni framtíðarsýn og árangri í loftslagsmálum og nokkur kostur. Við búum að hluta til að fornri frægð þegar kemur að umhverfismálum í Reykjavík og Íslandi og það sem við vísum í eru vissulega risastökk sem fyrir kynslóðir tóku í endanlegi miðri olíukreppu þegar við hitaveituvæddum landið og þegar ég var í pallborði í Glasgow þar sem ég var óvænt beðinn að tala svona borgarþróun með sérstakann fókus á Afríku þá fletti því upp að þjóðarframleiðsla á mann á Íslandi 1973 var aðeins lægri en í Namibíu, það bil það sama og í Egyptalandi og nokkuð nálægt með að þjóðarframleiðsla á mann eins og hún í Afríku núna. Það jarðhiti í öllum austurhluta Afríku og við höfum þarna eitthvað fram að færa en það sem að þessi fundur hér gengur út á að við eigum að sækja innblástur til fyrri kynslóða sem í rauninni miklu fátækara samfélagi með veikari innviði tók svona risastökk af því að það var skynsamlegt en ekki af því að það væri auðvelt í þeim skilningi að þetta væri ekki ofboðslega dýrt, risavaxið og krafðist langtímahugsunar. Og núna þurfum við langtímahugsun en aðgerðir í dag. Og það verið að gera ýmislegt og mjög margt af því í rétta átt í mínu mati. Ef við horfum á loftslagsmálin í samhengi borga og sérstaklega Reykjavíkur og þá sjáum við að langstærstu verkefnin eru á sviði samgöngumála.
Þar erum við að keyra mjög mikið, við erum að nota mjög mikið af jarðefnaeldsneyti og þurfum einfaldlega að gera betur, bæði í orkuskiptum en líka í því að breyta ferðavenjum og draga úr umferð. Það gerum við ekki síst með hverju? Með því að skipuleggja borgina öðruvísu, með því að stytta meðalferðatíma milli heimilis og vinnu, með því að þétta byggð. En við erum að gera fjölmarga hluti, við erum að vinna saman öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu með ríkinu á grundvelli samgöngusáttmála sem er fjárfestingaráætlun til 15 ára og horfir í mjög græna átt. Við erum líka að vinna inn á við með grænum skrefum sem lúta rekstri Reykjavíkurborgar sjálfrar. Við vorum frumkvöðlar í því að setja fram græn skuldabréf í krónum og fjölmargir hafa fylgt í kjölfarið og það sem var áberandi og sterkt í Glasgow var að finna að í raun fjármálalífið og fyrirtæki, nýsköpun og fjárfestingar er að horfa mikið meira inn í græna framtíð og þau verkefni sem eru þar og þau eru orðin áhugaverðari, bæði vegna þess að þau eru nauðsynleg en líka vegna þess að fólk finnur fyrir þrýstingi frá hverjum. Í grunninn frá almenningi. En líka frá framsæknum fyrirtækjum sem ger ekki bara kröfur til sín, heldur til allrar aðfangakeðjunnar. Og þannig þurfa borgir líka að hugsa. Við erum annars vegar að hugsa það sem stýrað okkur sjálfum, en svo líka því hvernig við getum haft áhrif í gegnum innkaup og annað. Og aftur, samgöngurnar eru þarna í lykilhlutverki, en við erum líka að tala einstök verkefni sem skipta mjög miklu máli. Freyr nefndi gas- og jarðgerðarstöðina, Gæju. Hún ein og sér getur, ef allt samfélagið stendur saman að lífræni straumar farið þar í gegn, þá getur hún ein og sér náð 10% af markmiðum stjórnvalda til 2030, sem er helmingun á útblæstri. Og það kemur ekki bara inn á koltvísýring heldur líka metani sem er gríðarlega aktív gróðurhúsalofttegund. En hér sjáum við fleiri verkefni sem að meðal annars ganga út á það að auka metnaðinn í byggingariðnaði. 2 verðlaunaverkefni sem að við höfum úthlutað svæðum og lóðum fyrir eru þarna efst í horninu, bæði í Ártúnshöfðanum, annars vegar grænkun og gróðurhús í tengslum við steypusílóin í Bryggjukverfinu og svo nýtt hús sem vonandi næst að klára samninga fjármögnunina á næstu vikum, en við erum líka að grænka alla borgina. Við erum að gera göngugötur, við ætlum okkur að vera hjólreiðaborg á heimsmælikvarða, já, það hefur ýmislegt verið gert, en við ætlum að gera ennþá betur. Og við erum að þétta byggðina, við erum að passa upp á grænu svæðin, við erum að hugsa loftslagsmálin í samhengi uppbyggingar og það er býsna magnað að sjá þegar við erum að hugsa þéttinguna og hvað hún skiptir miklu máli út frá loftslagsmálunum, að við erum á algjörlega nýjum stað varðandi nýju hverfin okkar núna í þéttleika, miðað við það sem við höfum verið undanfarna áratugi, en í raun erum við að þessu leyti að fara tilbaka til gömlu Reykjavíkur. Við erum að byggja núna jafnþétt og þegar að Þingholtin og þau svæði voru að byggja og þróast. En þetta eru áætlanir, þetta er það sem við erum að gera núna. En það sem við komum tilbaka með frá Glasgow er svolítið spurningin, hvað getum við gert meira? Og ég held að það hafi verið kannski dulbúin blessun að samningarnir sem náðust og náðust ekki í Glasgow fólu það í sér að markmiðin lúta núna að 2,4 gráðum, en það voru allir sendir heim, öll ríkin voru send heim til að vinna betri heimavinnu. Og við höfum ekki að bíða eftir því, þó við gerum það vissulega, hvað ríkisstjórnin bara segir í sínum nýja stjórnarsáttmála og hvað hún ætlar að gera, heldur við sem sveitarfélög og fyrirtækin í landinu að líta á þetta sem ákveðið tækifæri til þess að endurnýja okkar heit. Og við komum hér að ári með endurnýjuð heit og segjum
hvernig við sjáum fyrir okkur næstu 10 ár sem á að vera áratugur aðgerða. Loftslagsyfirlýsing Reykjavíkurborgar og Festu gengur út á það í kjarnanum að við setjum okkur markmið og birtum þau. Ef ég á að vera alveg heiðarlegur þá vissu borgir eiginlega ekki hvernig þær ættu almennilega að færa loftslagsbókhald fyrir 5 árum í París 2015. Það búið að þróa þetta miklu meira og við erum núna í 1000 borga samstarfi sem láta sömu óháðu samtökin meta árangur sinn á hverju ári í annars vegar hvernig gengur með hver staðan og hverjar áætlanirnar eru. Og það nákvæmlega í dag sem að lindin lyft af niðurstöðunum og Reykjavík þarna í fremstu röð sem við erum stolt af vegna þess hvar borgin stendur og hvernig áætlanir hennar eru samsettar. Þannig að ef við svörum spurningunni hvað eigum við að gera á næstu 10 árum, þá einn af lykilþáttunum að fylgja þeim áætlunum sem fyrir liggja. En við þurfum líka að þétta þær og raungera þær og gera þær þannig úr garði að það raunverulega hafi eitthvað að segja varðandi markmiðunum kolefnishlutleysi. Og þar að ýmsu að hyggja. Tökum bara dæmi, kannski bara aðeins til þess að útskýra hvað þýðir að fá A. Það þýðir að þú ert í fámennum hópi borga sem að skara fram úr. Meðaleinkunnin B í Evrópu, hvað varðar adaptation score og C varðandi mitigation score, það að segja áætlunina fram á við. En þetta allt opin gögn þannig að þið getið kynnt ykkur hvernig borgir bera sig saman og hvernig þessar áætlanir eru. En til þess að taka dæmi það sem við þurfum að gera, við erum með í aðgerðaáætlun okkar í loftslagsmálum, loftslagsskóna sem Skógræktarfélagið að byrja. Við erum að vinna með þeim núna að því að votta þá. Þannig að þeir hafi raunverulegt gildi gagnvart kolefnisbókhaldinu. Og við erum að tala endurheimt votlendis. Aftur þurfum við að passa að allar þessar aðgerðir séu vísindalega rökstuddar og vottaðar. En auðvitað erum við þegar kemur að kolefnisföngun líka að horfa á stórum skala á nýsköpunarverkefni eins og Carbfix, sem að við vitum ekki enn þann dag í dag hvað getur skilað miklu en gríðarlega áhugavert. Og eitt af því sem við þurfum að ná saman við stjórnvöld, við alþjóðasamfélagið og við fjárfesta í atvinnulífi hvernig getum við valið og hvernig eigum við að fjármagna verkefni sem eru áhugaverð og hægt að skala upp. Þegar við nálgumst þessa spurningu hjá borginni að þá í raun settum við saman sýn til 10 ára sem við köllum einu nafni græna planið. Græna planið hefur tvíþætt markmið sett saman fyrir ári síðan. Annars vegar að mæta þeim efnahagslegu áskorunum sem að leiða af koronaveiru faraldrinum og hins vegar að reyna að flýta fjárfestingun sem að færa okkur inn í þessa grænu framtíð sem við viljum sjá. Og bara til þess að fólk átti sig á stærð borgarinnar þegar við leggjum fyrirtæki borgarinnar saman við, að þá vorum við að setja fram fjárfestingaáætlun fyrir 3 árum sem alls 175 milljarðar á 3 árum. Og 70% af þessu fellur undir skilgreiningar sem græn fjárfesting og við erum í sívaxandi mæli að fjármagna þetta með grænu fjármagni. En hvað gerum við næst þarna? Ég hef rætt það við bæði forstjóra þessara fyrirtækja og stjórnarformenn að eitt af því sem borgin vilji þróa eru lykilaðgerðir á 4 sviðum og fyrr á þessu ári þá settum við niður hópa frá borginni og öllum þessum fyrirtækjum í fyrsta lagi alhliða orkuskiptum og erum með á 4. tug beinna tillagna hvernig þetta að flýta þeim. Í öðru lagi tillögur hringrásarhagkerfið, þar sem auðvitað sorpa og úrgangsmálin í algjörum forgrunni. Í 3. lagi alþjóðasamstarf og samstarf kolefnishlutlaussar borgir sem við samþykktum í borgarráði í gær að
ráðast í vonandi komumst þar undir fána Evrópusambandsins og í fjórða lagi græn fjármögnun og tengd mál. Til viðbótar þessu þá sé ég fyrir mér að Reykjavíkurborg, Orkuveitan og Faxaflóahafnir geti þróað samstarf að beinlínis bjóða upp á Reykjavík og Ísland sem stað til þess að skala upp áhugaverð verkefni í fjárfestingu og þróun í grænum iðnaði og grænni nýsköpun. Við getum teflt fram þar hefðbundnu land og lóðum eins og við eigum upp á Hólmsheiði þar sem við höfum þróað deiliskipulag fyrir atvinnusvæði með mjög grænum áherslum og á að geta litið nokkurn veginn svona út þegar við erum búin að þróa það. Við erum búin að þróa svæði upp á Hellisheiði af hálfu Orkuveitunar sem við höfum kallað jarðhitagarð og getur þá nýtt sér nábýlið við þessa jarðhitavirkjun sem að þar og auðvitað Climeworks verkefni sem við sjáum myndin af áðan, eitt af því. En síðan eigum við líka vaxtarsvæði upp á Grundartanga þar sem Faxaflóahafnir eru með stórt atvinnusvæði því að sum þessara kolefnisföngunar verkefna vilja vera við sjó. Síðast en ekki síst að þá eigum við á svæðum háskólanna áhugaverð bæði rými og frekari byggingasvæði fyrir aðila sem vilja setja sig niður í Reykjavík og Íslandi til þess að vera hluti af því að þróa grænar lausnir og ná markmiðum ekki bara Íslands heldur heimsins á sviði loftslagsmála. Ástæðan fyrir því að ég hef trú á því að þetta geti gerst núna bæði það við finnum fyrir beinum áhuga stórra fjárfesta og sjóða sem horfa til Íslands og vilja koma inn í bæði núverandi verkefni og framtíðarverkefni á þessu sviði, en við vitum líka að íslensk fyrirtæki eru kappsöm, vilja gjarnan koma inn í samstarf af þessu tagi og hafa verið að setja sér gríðarlega metnaðarfull markmið og verið að þróa sína hugsun í þessa átt. Við getum nefnt Landsvirkjun, við getum nefnt Orkuveituna, en við getum líka nefnt sjávarútveginn og hér ég svona nánast af handahófi að nefna þau fyrirtæki sem hafa fengið loftslagsviðurkenningar Reykjavíkurborgar og Festu undanfarin ár, en líka verkfræðistofurnar og þekkingafyrirtækin okkar á því sviði og nýsköpunarfyrirtæki sem beinlínis hafa verið að beina sjónum sínum að loftslagsmálunum eins og Klappir hafa gert. En við eigum ekki að gleyma kannski svona gömlu góðu iðnfyrirtækjunum þar sem mjög stórt kolefnisfótspor en þar sem líka mjög gaman að sjá þann metnað sem að brjótast fram. Þar ég til dæmis að tala um byggingageirann og BMW og önnur fyrirtæki úr þeim geira sem við eigum að taka opnum örmum og þróa markmiðin eins hratt og við getum núna á næstu árum. Og já, ég ætla að leyfa mér að orða aftur þessa svona soldið svona sem við myndum segja klísjukenndu hugmyndum að gera gull, silfur og brons aðild að loftslagsyfirlýsinguna veruleika á þessu ári sem við höfum núna til að herða á okkur. Ef brons það að vera með, silfur það að setja sér markmið kolefnishlutleysi og gull það að vera búin að ná því, að þá var svo frábært að forstjóri BYKO nefndi áðan þegar við vorum að undirrita loftslagsyfirlýsinguna að kannski ættum að bæta við því sem hefur verið áhugamál Halldórs Þorgeirssonar formanns loftslagsráðs í gegnum árin og ábending að kannski komið tíma á það að hvetja einhverja til þess að ganga ennþá lengra, að vera ekki bara kolefnishlutleysi heldur kolefnisjákvæðir og skila þannig líka skuldinni frá fyrri áfram. Þannig að við erum kannski ekki bara að tala um gull, silfur og brons, heldur platínu líka. Og með þessari hugmynd sem ég sendi hér út í éterinn aftur, að þá vil ég bara fá að þakka kærlega fyrir samstarfið við Festu, þakka öllum þessum frábæru fyrirtækjum sem hafa sett markið hátt og það hefur verið sönn unun að fylgjast með þeirri deiglu sem í þessum málum, þeim lausnum sem að koma fram á sviðið. Þetta vekur mér von og bjartsýni
En það líka eins gott að við stöndum okkur vegna þess að þetta stóra verkefni samtímans og framtíðarinnar. Takk fyrir. Takk fyrir Dagur. Já, við bara stefnum að þessu, gull eða platínum. Og mjög forvitnilegt sem Dagur að segja hérna að við þurfum að gefa enn frekar í og horfa til framtíðar, en það er mjög áhugavert sem hann að segja að við getum líka aðeins hort bara aftur í tíman og kannað aðeins hvað við vorum að gera hérna kannski fyrir 50, 60, 70 ára síðan og ég hef nú verið að stúdera dálítið hringrásarhagkerfið og þegar maður fer einmitt svona dálítið aftur í tíman til 1950, 1960 þá sér maður eiginlega glögglega að hér var bara afskaplega gott og heilbrigt hringrásarhagkerfi í gangi, þannig að það má líka alveg læra af fortíðinni. En næstur á svið Tómas Möller, formaður Festu og yfirlögfræðingur Lífeyrissjóðs Verslunarmanna. Hann hefur verið formaður Festu frá árinu 2020 og setið í stjórn félagsins frá 2019. Velkomin. Fundarstjóri, umhverfisráðherra, borgarstjóri og aðrir góðir gestir. Það búið að vera frábært að heyra í þessum inngangserindum núna. Það mikla kraft sem í gangi og það miklu breytingar, góð dæmi og það miklu breytingar sem orðið hafa frá 2015 og þau skilaboð sem að fólk að bera með sér frá COP26. Ég var að segja það sjálfur að ég var fyrir nokkrum vonbrigðum þegar ég var að fylgjast með fréttum frá fundunum. Svo sér maður það þegar maður að taka þetta saman núna að það hefur margt mikilvægt gerst þó mikið verk sé enn unnið, óunnið. Og eins og nefndu verið að það byggir mikið á samstarf og það einmitt það sem ég ætla að líta til svolítið núna. Það eru bara svona nokkur púsl inn í samstarf fjárfesta og fyrirtækja. En skilaboð vísindamanna og fjölmargra annarra voru skýr. Skilaboð vísindamanna og fjölmargra annarra voru skýr í aðdraganda COP26, tími afgerandi aðgerða í loftslagsmálum löngu upprunnin. Iðnbyltingin hefur fært stóran hluta jarðarbúa, aukin lífsgæði og velsæld. Þessi þróun byggir meðal annars á starfsemi stórra og smárra fyrirtækja sem hafa nú afgerandi áhrif á náttúruauðlindir, á líffræðilegan fjölbreytileika og loftslag. Starfsemin hefur áhrif þvert á landamæri og þvert á heimsálfur. Nú reyna áhrifin svo mjög að þolmörk vistgerðarjarðar ekki verið beðið með að bregðast við og það með afgerandi hætti. Þrátt fyrir fögur fyrirheit á fjölmörgum loftslagsráðstefnum undanfarna áratugi, og það ekki bara að vísa til COP, heldur það verið ýmislegt annað verið gert og rætt, og afgerandi skrefa sem voru tekin á COP21 í París árið 2015 ber okkur enn nokkuð af leið. Það því ljóst í hugum margra að við komum ekki böndum á loftslagsvána nema með samstilltu átaki fyrirtækja og fjárfesta að sjálfsögðu góðu samstarfi við stjórnvöld. En hver stefna fyrirtækin með okkur? Í nýlegri skýrslu MSCI Research kemur fram að starfsemi 9.000 fyrirtækja heim allan stefna með okkur að 3 gráðu línu. Og það einungis innan við 10% af þessum fyrirtækjum sem að stefna okkur að 1,5 gráðu. Þetta náttúrulega alveg glórulaus þróun. En hér skiptir samt mjög miklu máli að mörg þessara fyrirtækja að vinna mjög öflugum verkefnum og það unnið mjög öflugt starf til að koma þessari þróun á rétta braut. Og það líka alveg gríðarleg tækifæri fyrir okkur öll. Það hefur verið bent á að lykillinn á lausninni felist meðal annars í að virkja aflfjárfesta. Þetta sást vel á COP26, þar voru fjárfestar, forsvarsmenn fyrirtækja og jafnvel fjármálaráðherrar áberandi. Og tækninýjungar og loftslagsmálum voru mjög í deiglunni. Þessir aðilar voru miklu sýnilegri heldur en í París árið 2015. Og sem dæmi tækifæri lausnum í loftslagsmálum nefni ég hérna nýlega grein í tímaritinu Forbes þar sem vísað til tímamótaskýrslu Alþjóða orkumálastofnunarinnar sem birtist fyrr á þessu ári. Þar kemur fram að orkuskipti feli í sér yfir 100.000 milljarða dollara fjárfestingartækifæri fram til ársins 2050 og það munar að minna. Og Bill Gates kemst vel á orði í skýrslu sem hann gaf út nýverið undir yfirskriftinni fjármögnun hreinnar orkubyltingar og þar útskýrir hann hvers vegna það erfitt að byggja upp kolefnishlutlaust hagkerfi og hvernig við getum samt gert það. Og þá aðeins nokkrar pælingar framkvæmdina.
Hér hef ég tekið saman dæmi 6 skref í átt að kolefnishlutleysi. Þau byggja á hefðbundnum viðmiðum í markmiðssetningu og leiðarvísi við Glasgow Financial Alliance for Net Zero sem ég vík að þér á eftir. Eða eins og þetta skrýtna dæmi hérna fyrir neðan sýnir okkur að þá tikkar tíminn hratt. Það eru 6 ár liðin frá Parísarsáttmálanum árið 2015. Nú er Glasgow og COP-ríkin sér 1 ár til viðbótar, eins og útskýrt var hér áðan, til þess að skuldbenda sig að ná 1,5 gráðu markinu og það munar ekkert smá að að þjóðir eru nú að horfa á 1,5 gráðu en ekki 2. Og á næsta ári eru bara 8 ár í árið 2030. Og þá erum við að tala það að helminga þá árlegu kolefnislosun sem við höfum byggt okkur upp á yfir 100 árum og það bara á 8 árum. Þannig að það þarf mjög svona fókusera og strategíska hugsun. En það kannski ágætt að hafa í huga eins og víst fólk hefur bent á að við ofmetum oft það sem við getum gert í bráð en vanmetum það sem við getum gert í lengd og við erum að horfa núna til nokkra áratuga þannig að ég tek undir það sem sagt hefur hérna áðan að tækifærin eru fyrir framan okkur, það er bara að nýta þau með samstilltu átaki. Jæja, nú eru 6 ár liðin frá loftslagsyfirlýsingu Vestur Reykjavíkurborgar. Enn fjölgar fyrirtækjum sem hafa undirritað yfirlýsinguna og þau eru nú 167 talsins. Það bættust í 10 áðan eins og nefnt var. Það varðar öll fyrirtæki miklu að setja sér vel ígrundaða áætlun vegferð að kolefnishlutleysi. Hér þurfum við ekki að finna upp hjólið og ég vil vekja athygli á 2 mikilvægum verkefnum og leiðarvísum sem fjárfestar og fyrirtæki geta nýtt sér í vegferðinni að kolefnishlutleysi. Annars vegar er það yfirgripsmikið rit nýleg samstarf við Glasgow Financial Alliance for Net Zero sem var sett á fót í aðdraganda COP26. Hér er á ferðinni bandalag 450 stóra fjárfesta í 45 löndum sem fara fyrir yfir 130.000 milljörðum bandaríkjadollara. Og hér sjáum við hluta af efnisyfirliti skýrslunnar sem er vitanlega aðgengileg á netinu. Leiðarvísinn er heildstæð leiðsögn það hvernig hægt er að nýta afl fjárfesta til að styðja við og hraða vegferð fyrirtækja að kolefnishlutleysi. Og þar er meðal annars vikið að 4 mikilvægum þáttum. Það er framsetningu skuldbindinga, framleiðslugeirum sem vega þungt í losun gróðurhúsalofttegunda, praktískum leiðum fyrir fjárfesta til að vinna með raunhagkerfinu og leiðum til að þróa eignasöfn fjárfesta í átt að kolefnishlutleysi. Nú að lokum er í skýrslunni sett fram skýrt ákall til G20 ríkjanna sem fara fyrir 80% iðnaðarframleiðslu heims víðtækar og tafarlausar aðgerðir. Í leiðarvísinum er líka vísað til áhugavers framtaks, það er The Science Based Target Initiative. Það er samstarf nokkra leiðandi alþjóðlegra aðila á sviði loftslagsmála. Þar eru meðal annars setta fram leiðbeiningar fyrir 50 starfsgreinar eða geira hvernig fyrirtæki geti náð markmiði Parísarsáttmálans að halda hlýnun innan við 1,5 gráðu. Nú þegar eru yfir 2000 fyrirtæki í þessu samstarfi. Þessi 2 vegvísar geta einfaldað allt samtal íslenskra fyrirtækja og fjárfesta vegferðina á kolefnishlutlausu rekstri, auðvelda markmiðssetningu og það sem kannski mest vert stóraukið líkurnar á góðum árangri. Að lokum vil ég deila með ykkur bara hérna smá pælingu, loftslagstri eða hugarkort eða hvað við viljum kalla það. Ég byggi þessa nálgun á nálgun festu á loftslagsmál og sjálfbærni og kveikjan af því eru fjölmörg samtöl við marga aðila loftslagsmál og það held ég skiptir svo miklu máli og það er svolítið rauði þráðurinn í gegnum þetta að loftslagsmál snúa svo miklu meira heldur losun kolefnis eða metans eða hvað þessar lofttegundir heita. Þetta eins og margoft upp á árétta hér og nefna góð dæmi samstarf skiptir máli og svo mörg fjölþætt atriði. Ég ætla bara rétt, ég ætla nú ekki að fara mikið yfir þetta en bara svona rétt að tæpa og kannski draga athyglina að nokkrum þáttum. Ég held að allir séu sammála það í dag að loftslagsmál og sjálfbærni sem nú svona nokkurn veginn sami hluturinn, sitthvor hliðin á sama peningnum og hagfræðin og hagrænir kraftar skipta sköpum og ég held að menn séu nú búin að gera sér almennilega grein fyrir því að losun koltvísýrings er takmörkuð auðlind eða koltvísýringsígilda og við verðum að umgangast hennar sem slíka með kvótasetningu, með verðlagningu eða hvernig sem við gerum það. Nú líffræðilegu fjölbreytileiki hefur verið nefndur hérna, hann er gríðarleg auðlind. World Wide Foundation hefur metið hann á yfir 120 triljarða bandaríkjadollara. Það hefur gengið á þessu auðlind, við höfum tapað
rúmlega 1/3 af líffræðilegum fjölbreytileika, dýrum og plöntum. Það sem skiptir máli meðal annars hér þetta náttúrulega grundvöllurinn undir starfsemi fyrirtækja og hagkerfa, þannig að við þurfum að ná tökum á þessu. Hringrásarhagkerfi hefur við nefnt hérna, það gríðarlegt samkeppnisforskot, en það líka möguleikar á orkusparandi aðgerðum og bara hagræðingu í rekstri og það líka hægt að ganga betur takmarkaðar náttúruauðlindir með endurnýjun hráefna. Eitt af því sem að fá meiri fókus núna hefur svolítið verið undir radar, það eru mannréttindi. Mannréttindi eru óaðskiljanlegur hluti af loftslagsmálum og sjálfbærni og ein af 3 grunnstoðum sjálfbærninnar í raun og veru. Það skiptir máli jafnréttismál, sanngjörn umskipti, að skilja engan eftir, réttur til lífs og virðing fyrir grunnþörfum. Og svona mætti halda áfram. Við þurfum að gera betur í upplýsingaveitu. Það ákveðin upplýsingaóreiði í gangi. Alþjóðasamfélagið samt að ná held ég tökum á því og við sjáum stórstíga framfarir þar á næstunni. En þar skiptir máli að fjárfestar til dæmis hafi ábyggilegar upplýsingar sjálfbærni í rekstri fyrirtækja og að það séu til samanburðarhæf gögn. Og bara að lokum þá kallar þetta náttúrulega á okkur öll hvert og eitt okkar, hvort sem við séum stjórnmálamenn, stjórnendur fyrirtækja, listafólk, alla kynslóðir, án tillits til trú og bara án tillits til stéttar eða stöðu. Við höfum öll hlutverk hérna. Þetta bara svona pæling sem ég skil eftir í lokin og vonandi að hver og einn getur svona greint hérna sín tækifæri sínar áherslur. Nú það bara dregið upp sitt rétt, þetta bara svona einleikinn í umræðuna. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta, Tómas. Það eru svona ákveðin vonbrigði í gangi með COP26 ráðstefnuna í Glasgow. Svona hvað stórþjóðir og stórfyrirtæki ætla að gera. Þetta þykir ekki alveg róttækt og við svona hinn litlu fylgjumst með og þetta allt saman mjög svona stórt verkefni. Það alltaf erfitt að breyta heiminum og kannski það ekki hægt. En maður getur breytt svona sjálfum sér og sínu húsi og kannski götunni sinni og skólanu sínum og fyrirtækinu sínu. Og öll þessi smáaskref, þau eru kannski lykillinn að stóru lausninni. Hérna eru margir og mörg sem voru í Glasgow og það eru svona nokkrir Íslendingar sem hafa verið að tala þessi mál í mörg ár og bara fyrir nokkrum árum þótti þetta fólk jafnvel dálítið skrítið og sérkennilegt, en þetta fólk bara eins og frú Vigdís Finnbogadóttir sem fór að tala umhverfismál og skógrækt fyrir mörgum árum síðan, Árni Finnsson og Halldór Þorgeirsson, formaður loftslagsráðs. Hann Íslendingum kunnugur fyrir að hafa talað þessi mál í áratugi og hefur reynslu af þessum málum, loftslagsmálum, mikla. Hann skrifstofustjóri í Stjórnarráðinu og hefur verið yfirmaður stefnumörkunar hjá loftslagssamningi Sameinuðu þjóðanna, þar sem hann hélt utan samninga Parísarsamninginn. Þannig að Halldór búinn að tala þessi mál og vinna við þau í mörg ár og hann næstur í pontu. Velkomin, Halldór. Þetta var nú nærði eins og minningagrein eða eftirmæli. Ég vil þakka ykkur kærlega fyrir að bjóða mér að taka þátt í þessu samtali sem eins og við öll vitum svona svolítið í samhengi COP26 sem nýlokið og það mjög margt sem skýrara núna eftir þann fund heldur en stemdi á og við þurfum að vera þakklátt fyrir það. Það var ekki sjálfgefið að við stæðum í þeirri stöðu og það búið að rekja margt að þessu nú þegar en ég vildi undirstrika það að það núna mun skýrari samstaða nauðsyn þess að stefna að lægri mörkum þess öryggisbils sem var skilgreint í París. 1,5 gráða við þolum ekki meira. En við vitum líka að við erum ekki þegar komin með áætlanir sem koma okkur þangað. Það vitum við líka. En það mjög mikilvægt að gera sig grein fyrir því að metnaður ríkja mjög tengdur lausnunum heima fyrir og þess vegna ákveðið samspil á milli þess árangur sem verið að ná í að takast á við vandamálið annars vegar og þeim metnaði sem stjórnvöld viðkomandi ríkja treysta sér til að leggja fram á alþjóðavettvangi og þess vegna eru landsframlögin oft svona nær því að vera gólfið á metnaðinum heldur en hámarkið. Við eigum með öðrum orðum meira inni og það mjög mikilvægt.
Síðan eins og Tómas nú þegar búinn að nefna og ég held að sé mjög mikilvægt að gera okkur grein fyrir því að leiðandi aðilar í fjármálakerfinu og þeir sem bera ábyrgð á stóran hluta af því mikla fjármagni sem til staðar eru að leita að leiðum út úr jarðefnahagkerfinu og leita logandi ljósi að þeim fjárfestingum sem að koma til með að skila arði í lágkolefnis hagkerfi framtíðarinnar sem eina hagkerfi sem verður í boði innan tíðar. Við vitum að hluta lausnin náttúrulega tæknilausnir en alls ekki eingöngu og mikið af þeim lausnum sem að koma til með að koma okkur inn á rétta braut liggja þegar fyrir og þess vegna þetta ekki síður spurningum að magna upp þessar lausnir og í mörgum tilfellum felst þetta ekki síður í viðskiptamódelum og sýn þessara fyrirtækja og þess vegna tel ég að sem mikilvægt núna þó við séum ofta að hugsa hvað við erum að hugsa hvað mikið liggur fyrir en við þurfum líka að horfa mikið á hvernig við ætlum að gera þessar breytingar. Fara frá loforðum yfir í efndir og horfa meira á árangur heldur en fyrirætlanir. Og við vitum að við þurfum grundvallar umskipti en það mikilvægt hvernig við hugsum þessi umskipti og þessi umskipti eru í raun og veru endurreisn og nýsköpun. Við erum vissan hátt að skapa nýjan heim og það mjög mikilvægt að við notum það til þess að svona knýja okkur áfram og að þétta raðirnar. Og í raun og veru eru þarna mjög mikið tækifæri í þessari endurreisn og nýsköpun. En við verðum að horfast við það að þau tækifæri eru einungis aðgengileg þeim sem horfast í augu við staðreyndir og hafa dug og þor til þess að grípa tækifærin. Þessi tækifæri verða ekki þarna lengi og þess vegna frumkvæði feikilega mikilvægt. En það líka aðri tilgangur í þessu öllu saman og það eitt af því sem mjög mikilvægt og fólk að skilja betur og betur að fyrirtæki sem hafa tilgang og fyrirtæki sem tala opið sinn tilgang ná miklu meiri metnaði meðal síns starfsfólks og þess vegna mjög mikilvægt að við horfum svolítið á þennan tilgang og en eins og hefur nú verið talað oft hér nú þegar í dag að þá engin einn sem getur gert, engin einn gerandi sem heldur alla þræði og þess vegna þarf, og það ekki nóg að tala samstarf, það þarf að mínu mati mun þéttari og markvissari samstillingu gerenda, hvort sem það ríki, sveitarfélög, atvinnulífið, fjárfestar og starfsfólkið og þess vegna og neytendur allir en allt þessi samþætting hún þarf raunverulega að vera í svona anda neyðarviðbragða og kapphlaups því að en það eitt af því sem kannski jákvætt í íslenskum nálgun að við erum tarnafólk og ég vil nefna 3 áskoranir sem við þurfum öll að takast á við núna og raunverulega svona forsenda fyrir því að hér ríki hagsæld og það sé eftirsóknarvert kolefnishlutlaust Ísland í framtíðinni. Það í fyrsta lagi að koma fiski á land og á markaði með lágu kolefnisspori og það að verða víða forsenda fyrir því að fá gott verð fyrir fisk. Öðru lagi að bjóða upp á lágkolefnis ferðaþjónustu og ferðaupplifun hér á landi og í þriðja lagi að endurheimta þau vistkerfi sem hafa hnignað í gegnum okkar búsetu hér á landi. Og allt þetta eru stór verkefni, allt þetta eru erfið verkefni, allt þetta ómöguleg verkefni þangað til að þau eru gerð. Þannig að ég held að nú sé komið að svona, ég líst vel á þessa samlíkingu með landsleik,
en við erum öll inn á vellinum og þess vegna mjög mikilvægt að við svona horfum til þess hvað það sem að knýr okkur áfram og það hlýtur að vera trú á framtíðina og viljinn til þess að gera hana eftirsóknarverða. Takk ykkur fyrir. Þakka fyrir, Halldór. Já, þetta eru ómöguleg verkefni þar til þau eru gerð. Þetta er aldrei gott. Næsta sviði Dr. Anna Hulda Ólafsdóttir. Hún yfirmaður skrifstofu loftslagsþjónustu og aðlögunar hjá Veðurstofu Íslands. Hún ætlar að fjalla aðlögun á loftslagsbreytingum á Íslandi. Dr. Anna Hulda, hún nýráðin í starf yfirmann skrifstofu loftslagsþjónustu og aðlögunar hjá Veðurstofu Íslands og starfaði áður sem dósent við Háskóla Íslands. En hún sérhæfði sig í kvikum kerfislíkönum í sínu doktorsnámi, hefur skrifað fjölda vísindagreina þar sem þeirri aðferð beitt til að búa til heimsmódel, meðal annars sem hann hefur til dæmis notað til að rannsaka auðlindir heimsins og sviðsmyndir í tengslum við orkuskiptir og fleira. Velkomin, Dr. Anna. Góðan daginn, gaman að vera hérna með ykkur í dag. Eins og fram hefur komið þá heiti ég Anna Hulda og ég fer fyrir þessari nýju skrifstofu loftslagsþjónustu og aðlögunar. Já, en eins og ég ætla að fara örsnugt með ykkur yfir hvernig möguleg áhrif loftslagsbreytinga hér á Íslandi og fara aðeins yfir með ykkur bara markmið skrifstofunar og hvað þessi orð fela í sér, aðlögun og loftslagsþjónusta. En tíðari náttúruhamfarir og öfgaveður undanfarið hafa opnað augu margra fyrir þeirra náttúruvá sem loftslagsvandinn sannarlega sem við stöndum frammi fyrir. En loftslagsbreytingar af mannavöldum einn stærsta alþjóðavá samtímans og tengist öðrum áskorunum sem mannkynið stendur frammi fyrir á margvíslegan hátt eins og fram hefur komið hérna í dag. Og þetta snýst nefnilega alls ekki allt það að verða að slíra hjá okkur á sumrin og veturinn notalegri, heldur eru afleiðingarnar nefnilega alveg geigvænlegar. Og ég ætli sjálf sér ekki að fara ítarlega í gegnum þær loftslagsbreytingar sem hafa átt sér stað á Íslandi hér í dag, enda tíminn knappur, en við ætlum aðeins að tipla í gegnum það. En ég ætla þá að benda hérna á skýrslu vísindanefndar frá 2018, þar sem að þessi atriði eru nokkuð vel sumruð upp og einnig að benda á það að ný vísindanefnd hefur hafið störf að nýrri skýrslu og aðkoma skrifstofunnar að þeirri skýrslu. Nú, hlýnun jarðar eins og fram hefur komið óumdeilanleg og einnig hérna á Íslandi, hún hefur verið veruleg á síðustu áratugum. Og það hefur sennilegast ekki farið fram hjá mörgum, en milliríkjanefnd Sameinuðu þjóðanna IPCC gaf út nýja skýrslu AR6 sem má segja að samanborið við fyrri skýrslu dragi það skýrar fram og sé aukin vissa í tengslum milli losunar á gróðurhúsalofttegundum af mannavöldum við svona öfgafulla atburði og sem hitabylgjur, flóð og þurrka. Og IPCC kynnir til texta svokallaða loftslagsáhrifarekla eða Climate Impact Drivers, eftir að finna kannski betra íslenskt orðið við þetta, en þeir eru skilgreindir sem svona áþreifanlegar aðstæður í loftslagskerfinu sem hafa þá áhrif á þátt samfélagsins eða vistkerfa. Og það fer svo eftir loftslagsþoli eða viðnámsþrótti kerfisins og stærðargráðu á breytingum á þessum þáttum og blöndu hvernig afleiðingarnar lenda síðan á okkur. En það eru ýmsar breytingar sem við megum búast við hérna á Íslandi og taflan sem ég varpa hérna upp nefnir dæmi áhrif og afleiðingarnar sem við megum búast við hérna á Íslandi. Og það kann að hljóma furðulega en við getum bæði búist við fleiri þurrkadögum og meiri úrkomu ákefð sem dæmi og bara núna á árinu sem að líða þá getum við nefnt bæði dæmi þurrka og gróðurelda og vegna þurrkadaga og svo líka skriðufalla vegna aukinnar úrkomu ákefðar. En það eru einnig ýmsar breytingar af þessum sökum sem eru vel merkilegar í íslenskri náttúru. Til að mynda jöklarnir okkar, þeir bæði hopa og þynnast og breytum farveg, en bráðnun jökla í heiminum leiðir af sér sjávarborðshækkun sem eykst og þar með flóðahætta, mikið af byggð við strendur á Íslandi. Reyndar partur af Íslandi að rísa vegna bráðnunar jökla og sér í lagi þá suðausturströnd landsins.
og svo að meðaltali má búast við 30% sjávarborðshækkun hér við strendur landsins miðað við heimshækkun. Reyndar er Reykjavík ekkert sérlega heppilega staðsett í því samhengi. En súrnun sjávar er líka ein af þessum áhrifum sem við þurfum að búa við, eins og hefur líka verið minnst á hérna í dag. En súrnun sjávar er hraðari á okkar hafsvæði heldur en almennt annars staðar í heimshöfunum. Og þetta er auðvitað mikið áhyggjuefni og það er líklegt þar að leiðandi að neikvæð áhrif þessa munu koma fyrr fram á vistkerfinu hérna í kringum hafið á Íslandi heldur en annars staðar. En það eru auðvitað ýmis önnur áhrif sem mætti telja fram, til dæmis afleiðingar á lífríkið og útbreiðslu gróðurs, sem ég ætla ekki að fara í núna. En Veðurstofan hefur til margra ára sinnt ákveðinni loftslagsþjónustu og stundar rannsóknir á vöktun og á loftslaginu, og það má segja að með þessari skrifstofu loftslagsþjónustu aðlögunar þá sé Veðurstofan að efla vöktun og rannsóknir á loftslagsbreytingum og afleiðingu þeirra. En eins og nafnið gefur til kynna, þá snýr okkar starfsemi fyrst og fremst að aðlögun og þessari loftslagsþjónustu. Ég ætla aðeins að fara yfir þetta tvennt. Og já, kannski segi líka að skrifstofan er starfrækt undir umhverfis- og auðlindaráðuneytinu og starfar þvert á svið Veðurstofunnar, en við þurfum mikið samstarf, þannig að við viljum svolítið sjá þetta fyrir okkur eins og við séum að starfa þvert á svið, þvert á fagstofnanir. Það er svona draumurinn. En hvað er aðlögun? Það ætla að taka eitt skref tilbaka og skoða bara loftslagsaðgerðir. Þið þekki flest öll mótvægisaðgerðir. Þær hafa fengið töluvert meira vægi í umfjölluninni og undanfarið, og flesti vita hvað það er. En undanfarið hefur umræðan aðlögun fengið meira vægi, og á ráðstefnunni sem ég einmitt fór á, COP26, þá var mikið fjallað aðlögun, og það var, svona ákveðin rauður þráður fannst mér, og mótvægisaðgerðirnar eru aðgerðir þá þegar við erum að losun gróðurhúsalofttegunda að draga úr þeim út í andrúmsloftið, eða þá að fjarlægja þær úr andrúmsloftinu, eins og maður kom inn á. En aðlögunaraðgerðir eru það aðgerðir sem auka loftslagsþol samfélag og gera okkur undirbúin fyrir breyttan heim. Og skrifstofan er þá í þessu síðarnefnda, en það er mjög mikilvægt að enga síður að við slítum þessar aðgerðir ekki sundur og við reynum að ná fram samlegðar áhrifum og horfum á þetta svolítið heildstætt. Þannig að við séum að passa upp á það að mótvægisaðgerðir séu ekki að draga úr loftslagsþoli og að aðlögunaraðgerðir séu ekki að losa gróðurhúsalofttegundir frá því komist. En þegar við segjum aðlögun, þá erum við að tala þá vinnu sem felur í þess að undirbúa samfélag, fólk, kerfi og náttúru undir áhrif loftslagsbreytinga með það að leiðarljósi að lágmarka tjón vegna afleiðinga þeirra, en sé þess kostur að nýta tækifærin sem það hefur í för með sér. Og þetta er náttúrulega bara verkefni sem verður sífellt brýnna eftir því sem áhrifin magnast. Og aðlögun að loftslagsbreytingum getur verið af mörgum toga. Ég ætlum ekki að fara ítarlega í þetta, en IPCC skilgreinir 6 mismunandi gerðir af aðlögun. Það getur verið fyrirbyggjandi, þar sem við erum með aðlögun sem er skipulagð sem andsvar við væntanlegum áhrifum á loftslagsbreytingum. Hún er þá framkvæmd áður en áhrif þeirra komi í ljós. Svo getur það verið sjálfvirk, og það er svona aðlögun sem er ekki meðvituð. Hún á sér stað í vistfræðilegum kerfum eða náttúrulegum kerfum, en getur líka verið vegna breytinga á markaðs- eða velferðarkerfum. Og svo erum við með skipulega aðlögun, þar sem byggist á ákvörðunum sem helgast af vitneskju yfirstandandi breytingar, þar sem viljum ná einhverju tilteknu ástandi, eða aðlögun í opinbera geiranum eða einkageiranum. En svo hefur Evrópska umhverfisstofnunin, hún hefur skipt aðgerðunum sem falla undir aðlögun í 3 meginflokka. Það er annars vegar grænar, gráar og mildar lausnir, og þegar við erum að tala gráar lausnir, þá erum við að tala svona tæknilegum og verkfræðilegum úrræðum sem byggja á, til dæmis að byggja upp varnargarða eða stíflur eða eitthvað slíkt, og slíkar lausnir geta verið nauðsynlegar þar sem öðrum aðgerðum verður ekki við komið. Svo erum við með grænar lausnir, svona náttúrulega lausnir sem miða að því að styrkja náttúrulega ferli og styðja við þjónustu vistkerfa. Það getur til dæmis verið svona eins og votlendi sem hefur einnig verið minnst á hérna í dag, eða sterkja bara græna innviði sem auka þá kolefnisbindingu, og
svo erum við með þá mildar lausnir þar sem við miðum að því að hafa áhrif á hegðun með því að breyta lögum eða reglugerð og það einnig átt við fyrirkomulag tryggingamála og gerð hættumats og vöktun á umhverfinu. En bæði grænum og mildum lausnum fylgir yfirleitt ekki mikil áhætta þar sem að aðgerða sem gripið nýtast yfirleitt hvort sem að afleiðingarnar eða áhrif loftslagsbreytinga verða verulega eða lítil. Þess vegna viljum við leggja áherslu á þær lausnir. Veruleg þörf á aðlögun að áhrifum loftslagsbreytinga á Íslandi og þá er ljóst að loftslagsbreytingar munu til dæmis hafa áhrif á veitu og orkugeirann, samgöngur og atvinnuvegi og þar með talið mitt sjávarútveginn eins og Halldór minntist á, landbúnað og ferðamálin. Og þurfum líka skipulag á lágsvæðum og taka tillit til sjávarborðshækkunar. En hvað höfum við gert í aðlögunarmálum til þessa? Ráðherra kom inn á það áðan að það er nýkomin út stefna, fyrsta stefna íslenskra stjórnvalda aðlögun að loftslagsbreytingum. Stefnan heitir Í ljósi loftslagsvár og einnig kom út hvítbók og svo var skrifstofan stofnuð í lok ágúst. Næsta dagskrá er þá þessi aðgerðaráætlun sem verður unnin upp úr stefnunni. En stefnan setur fram svona framtíðarsýn stjórnvalda íslenskt samfélag og að lífríki búi að viðnámsþrótt frammi fyrir loftslagsvánni. En aðkoma skrifstofunar er einmitt eitt af þessum stóru verkefnum að aðgerðaráætlunni sem við stöndum frammi fyrir. En þegar það kemur að aðlögun þá höfum við öll einhverja hagsmuni að gæta. Og það oftar en ekki, þá verða erfiðustu spurningarnar sem þarf að svara ekki endilega vísindalegar og þessi kannski erfiðar líka, en það verða oft pólitískar. Og þessi aðlögun að vinna, hún felur rosalega mikið í sér að finna eitthvað jafnvægi á milli ásættanlegrar áhættu og á tjóni sem sagt, og svo kostnaður við aðlögun, hvers kyns sem kostnaðurinn kann svo að vera. Loftslagsþjónusta, það er kannski orð sem hefur ekki mikið verið notað, við þekkjum öll veðurþjónustu, en þegar við erum að tala loftslagsþjónustu þá erum við að tala miðlun og samantekt á upplýsingum og athuganir eða greiningu á áhrifum loftslagsbreytinga. Og svona greining getur til dæmis falið í sér áhættustýringu þar sem að loftslagsbreytingar auka sumar tegundir af náttúruvá en ljóst er ein mikilvægasta forvörnin til að koma í veg fyrir náttúruhamfarir vegna náttúruvá er skynsamlegt skipulag og það byggir í þessu tilfelli á áhættumati. En með slíku verklagi má draga verulega úr tjónæmi samfélagsins og auka seiglu þess. Eins og ég kom inn á áðan þá hefur Veðurstofan sinnt ákveðinni loftslagsþjónustu og þá sérstaklega hvað kemur að ráðgjöf og áþreifanlegum þáttum sem tengjast náttúruvísindunum. Sem dæmi er þá ofanflóða hættumötin og það er einmitt sú náttúruvá á Íslandi sem við erum komið hvað lengst í að takast á við. Á vefsíðu Veðurstofunnar þá er hægt að finna upplýsingar þau hættumet sem Veðurstofan hefur framkvæmt og einnig opna svona ofanflóða kort að sjá. En markmiðið með eitt af helstu markmiðunum með skrifstofunni er þá að við gerum úttekt á aðlögun og þörf og vinna þá í samkvæmt forgangsröðun verkefna í takt við markaða stefnu hvað varðar aðlögun. En ég verð þá að undirstrika að verkefnin eru síðan alltaf ábyrg hvers geira fyrir sig. Og svo verður þá formlegu vettvangur fyrir sviðsmyndir áhrif loftslagsbreytinga á loftslag, vatn og jöklafar og hafið umhverfis Íslands. Og svo sjáum samantekt þá á gögnum og upplýsingum sem tengjast þessu frá öðrum fagstofnunum. Og við erum byrjuð í þessari vegferð að tala við fagstofnunir og finna samlegð hvernig við getum best túlkað þetta allt saman. Þetta er eiginlega bara það sem Halldór sagði áðan, en nýjasta skýrsla IPCC gaf upp sorglega sviðsmyndir fyrir framtíðina og það er ljóst að mennirnir spila stærra og stórt hlutverk, kannski stærra heldur en áður var talið, en stórt hlutverk í okkar eigin framtíð og ekki síst framtíð barnanna okkar. Og við höfum ekki lengur efni á því að hunsa aðlögunarhliðina í loftslagsmálum. Við þurfum bæði að huga að losun og aðlögun. En ég er bjartsýn eðlisfræði og trúi því okkur takist að draga úr losun og á sama tíma að auka loftslagsþol okkar. Og þetta getum við með öflugri þekkingu á vopna og vísindaráðgjöf tel ég, en það er mögulega bara einmitt það mikilvægasta sem við höfum til þess að bæta stefnumótun og ákvarðanatöku í loftslagsmálum hér á landi. Þannig að ég enda þetta á orðunum sem Al Gore og Halldór fleygðu fram. It always seems impossible until it's done. Það var mikilvægt að
að halda áfram og missa ekki vonina. Takk fyrir. Takk fyrir Anna. Og þetta bara, eins og við sjáum hér mjög glögglega, þetta neyðaráætlun sem bara komin í gang. Og nú í gangi COVID-19 og þess vegna nú þessi fundur í streymi og við sjáum miklar aðgerðir í gangi varðandi COVID-19 en það náttúrulega bara forleikurinn að því sem koma skal varðandi þetta stóra verkefni. En takk fyrir þetta erindi, þetta var svona síðasta erindið. Nú komið að hálfleik og í seinni hálfleik verða hér panelumræður. Þá færi svona 4 í leikinn og síðan verður loftslagsviðurkenningin veitt. Þannig að við tökum okkur svona smá pásu, örfá mínútur, 3-4 mínútur, standið upp, hreyfið ykkur aðeins og fáðu ykkur eitthvað að drekka. Sjáumst eftir stuttastund.
Jæja, þá höldum við áfram og erum komin í seinni hálfleik á þessum loftslagsfundi Festu og Reykjavíkurborgar og þá það bara umræðurnar, það panelumræður. Markaður kolefnisjöfnun. Af hverju hann mikilvægur og hver staðan? Guðmundur Sigbergsson sem stýrir tækninefnd ábyrga kolefnisjöfnun og hann hjá Loftslagskrá Ísland og stofnandi ICERT. Hann ætlar að stýra þessum umræðum enda einhver allra mesti sérfræðingur í þessum málum. Meðan að verða Aðalheiður Snæbjarnardóttir sérfræðingur í sjálfbærni frá Landsbanka Íslands, Guðný Níelsen, meðstofnandi Sógreen og Ívar Örn Þrastason, deildarstjóri framkvæmdadeildar hjá Festi. Gjörðu svo vel. Takk. Þá bara að byrja. Það kannski bara þessi spurning sem við erum að ræða. Það þetta, kolefnismarkaður, mikilvæg þeirra og staðan í dag. Það svona kannski fyrst sem kemur í hug, hvað? Já. Nær. Bara nær mikrofónum. Já. Það bara, þessi stóra spurning, bara, af hverju eru kolefnismarkaðir mikilvæg? Ef ég mætti bara slengja út þessari spurningu á einhverju í panelinu. Já, ég get kannski byrjað að segja eins og búið að koma oft fram í dag að þá náttúrulega eru markmið og þessar skuldbindingar sem voru að koma núna í Glasgow. Við erum bara að fara að ná í niður 2,4 gráður og við þurfum að komast niður í 1,5 gráðu og þannig að það þarf meira til en bara þessar skuldbindingar stjórnvalda í heiminum. Kannski líka ég bæta við þetta, ég bjó eftir í þessu dag að við fórum í gegnum orkuskipti. Ég nota þetta oft þegar ég í mínum samskiptum út af þetta. Við fórum í gegnum þessu orkuskipti á 70 árum. Við fórum úr því að vera olíu- og kolefnisbindingu í það að vera bara með 100% endurnýja orku í raforku og húshitun. En þetta tók 70 ár. Við þurfum að gera þetta alþjóðlega á miklu skemmri tíma. Og þess þarna finnst mér vel líka mikilvægt þessar kolefnismarkaði að fara í þessi orkuskipti í raforku, húshitun og líka bara náttúrulega í transportation. En síðan bara ef við tölum bara kolefnisjöfn, hvað myndið þið, hvað kolefnisjöfn fyrir ykkur? Fyrir mér þá þetta eitthvað þetta kannski ekki last resort, heldur þetta það að kveikja oss líka. Þetta að því að fyrirtækin og stofnanirnar þau þurfa alltaf að byrja einhvers staðar, byrja að horfa inn á við, en stundum það bara ekki þannig að það fjárhagslega bara skynsamlegt að fara í einhverjar drastískar aðgerðir inn á við þá þegar. Og þar kemur, finnst mér, þessi kolefnisjöfnun inn. Eitthvað sem þið myndu vilja bæta við eins og varðandi kolefnisjöfnun? Af hverju eru þið ykkar fyrirtæki eins og kannski hjá Landsbankanum og Festi? Af hverju eru þið í kolefnisjöfnun? Já, við hjá Landsbankanum kolefnisjöfnum reksturinn vegna þess að við viljum taka þátt í því að ná markmiðum Parísarsamkomulagsins og höfum skuldbundið okkur til þess bæði gegnum loftslagssamkomulag Festu og Reykjavíkurborgar og í gegnum PRB sem eru viðmiðum ábyrga bankastarfsemi á vegum Sameinuðu þjóðanna. Og við áttuðum okkur á því að við vorum ekki að kaupa kolefniseiningar sem væru alþjóðlega vottaðar og binding sem hefði annaðhvort átt sér stað þegar eða komið í veg fyrir losun. Og þá fórum við bara stað í þá vegferð að auðvitað erum við líka að reyna að draga úr losun en það alltaf eitthvað sem stendur út af sem þarf að jafna í staðinn. Og við fylgjum minnisblaði frá Umhverfisstofnun sem nálgast á heimasíðu þeirra og notust við alþjóðlega vottaðar kolefniseiningar og þá í gegnum samtök sem heita Natural Capital Partners og eru þátttakendur í ICROA sem mikilvægt til þess að vera vissum að þetta séu viðurkenndar einingar og séu raunveruleg binding og í rauninni þá kaupum við þessar einingar og þá þegar við erum kolefnisjöfnuð það í gegnum bindingu sem hefur þegar átt sér stað, vottuð og verður ekki losuð aftur. Þetta allt saman náttúrulega mikilvægir þættir að okkar mati
en svo erum við bara að bíða eftir því að geta nálgast þessar einingar í gegnum loftslagsskrá hérlendis. Vissulega. En bara svo ég mig haldi áfram með þessu spurningu, þessi verkefni, eða náttúrulega kolefniseiningar tákna einhver verkefni sem standa bak við þessar kolefniseiningar. Hvernig verkefni þetta sem þið eru með? Sko verkefni sem við erum með eru sem sagt í rauninni heitir þetta Renewable Energy Portfolio og eru aðalega í vindmyllum, en það er hægt að nálgast ýmiss konar verkefni, ekki eingöngu þessi, og náttúrulega líka sem sagt losun sem komið í veg fyrir, sem eru oft mjög spennandi verkefni, en sem sagt já, okkar verkefni í rauninni liggja þá í vindmyllum og síðan er sem sagt loftslagsbókhaldið okkar er endurskoðað með takmarkaðri vissu og þá er hægt að skoða þar, hvar einingarnar liggja og nákvæmlega og það er hægt að fara niður í alveg bara, hvar er þessi vindmylla ef að áhuga er fyrir því að skoða það. Já, og raðnúmerið á kolefniseiningunni sem liggur þarna baki og það sem hún er afskráð. Algjörlega. Og þetta er náttúrulega fyrir við gegnum endurskoðendur og... Já. Og þarna eins og þetta verkefni sem þið eruð í, það er vindmyllur sem er náttúrulega svona verkefni sem felur sér að draga og losun annar staðar, sko. Já, og fyrirbyggja að vera að nota jarðefnaeldsneyti til okkar framleiðslu væntanlega. Já. Ég kannski bara skjóta núna að yfir á festi. Hvað er, þið hafa verið svona nálgast þetta bara aðeins öðruvísi heldur en Landsbankinn. Landsbankinn er að nýta sér kolefnismarkaðana með beinum hætti. Það sem að þið hafa verið að gera, þið nálgast með aðeins öðruvísi hætti, ekki satt? Jú, sko við félög festi hafa náttúrulega verið að vinna bara í að draga úr losun með markvíslegum hætti. Það er Krónan og N1 og Elko og Bakki Mjög Hótel og fleiri fyrirtæki sem er hann inni. Og hafa verið að kolefnisefna sig í gegnum kolfið á umfangi 1. Svo var bara vilji til þess að reyna að gera enn betur og áhugi fyrir að kolefnisefna allan mismuninn og þegar við heyrðum á skógarkolefni sem er kröfusett skógrækt og þá vottar kolefniseiningar í gegnum það, gegnum skógrækt, þá stukkum við á þann vagn og erum að gangsetja fyrsta verkefni af væntanlega fleirum sem við munum þá kolefnisjafna og skrá einingarnir loftslagsskrá Íslands. Já, þannig að það verður vottaðar einingar og verður ekki jafnað á móti bindingu nema hún sé staðfest og hafi orðið. Og þið eru að fara líka í svona verkefni sem er til lengri tíma og þið eru þá ekkert að fara þá að afskráða þessar einingar fyrir en þær verða þá raunverulegar þá eftir sem að skógurum vex, ekki satt? Já, með líftími verkefnisins er 50 ár. Já. Og við væntanlega förum í 2, 3, 4 verkefni til viðbótar til þess að bara ná okkar markmiðum og nýtum þá ekki einingarna fyrir en þær hafa verið staðfestar. Og þarna erum við að tala um tvö svona mismunandi nálganir af svona aðferðafræði í loftslagsverkefni annars vegar að draga úr losun einhvers staðar annars staðar og síðan erum við að fara í verkefni sem er að binda koldíoxíð úr andrúmsloftinu í þá náttúrulegum eða svona nature-based solutions. Guðný, þú kemur frá Sógrín, þið eru með svolítið skemmtilega nálgun á þetta, eða ekki nálgun, eða svona aðferðafræði sem þið eru að beita er svona nýstáli, en samt ekkert svona, það eru svo margar mismunandi leiðir í að fara í loftslagsverkefni, undir Kyoto-bókuninni, þá eru þið til eitthvað 200 og eitthvað mismunandi tegundir aðferðafræði til þess að búa til kolefniseiningar. En segðu mér aðeins, hvað þið eru að gera? Jú, kannski, þannig er þetta að útskýra þetta í mjög stuttum máli en svona í rauninni þá byggir þetta á þeim vísundum sem að meðal annars komið fram í 2018 skýrslu milliríkjanefndarinnar sem að tengir sem sagt áhrif menntunar á mannfjölgun og í rauninni eru þær kolefniseiningar sem Sógrín er að fara að framleiða. Þær munu myndast með því að tryggja stúlkum í þróunarríkjum menntun. Og þetta er vegna þess að þetta er loftslagslausn í rauninni vegna þess að menntun veitir stúlkum fyrst og fremst þekkingu réttindi sín og valdefli þær og gerir þeim kleift að taka sjálfar ákvörðun í mikilvægustu málunum sem er einmitt hvenær þær giftast sig, hvenær þær hefur barni, hversu mörg börn það eignast. Og það í rauninni þegar þessari lausn er beitt í þróunarríkjum þar sem einmitt fæðingartíðin er mjög há og skólasókn stúlkna er mjög lág
að þá hefur þetta þau áhrif að draga verulega og hratt úr hraða mannfjölgunar og í rauninni draga úr framtíðar heildarlosun þessarar þjóðar þar sem lausnin beitt. Og mjög grófir reikningar vísindafólks segja að þetta geta verið alltaf tæpar 60 gigatonn koldíoxíðsígilda fyrir árið 2050 sem árið sem við erum öll að miða við hérna. Og svo langar mér svo að koma inn að því að Dr. Anna Hilda var með svo rosalega mikilvæga punkta hérna að þessi landsliðskeppni okkar, hún bæði vörn og sókn, þetta bæði þetta mitigation, að draga úr og svo líka aðlögunin. Og þessi lausn einmitt með þessi samlegðar áhrif að hún dregur alveg verulega úr framtíðarlosun en hún líka, það mælanlegur árangur fleiri ár sem stúlka bætir við sig í menntun, þú getur mælt árangur þjóðarinnar og samfélagsins í getu sinna að bregðast við afleiðingum loftslagsbreytinga. Já, mjög áhugavert því að líka, það komið líka inn á þetta sem var kannski gerast í París því að þar var var loksins til þessi svokallaða reglubók Parísarsamningsins sem sneri einmitt að þessum alþjóðlegu kolefnismörkum og samstarfi ríkja undir Article 6 sem kannski verður rætt aðeins í næsta panel en þarna ekki einmitt tækifæri fyrir þjóðríki að fari verkefni annars staðar. Og vinna saman. Og það snýst svo mikið þetta á Parísartímabilinu, hvernig ríkin vinna saman að ná markmiðunum sínum. Við erum nefnilega, það bara einn lofthjúpur hérna og við erum öll að vinna saman að þessu. Algjörlega. Og svo maður noti áfram þessa landsleikja myndlíkingu fundarstjóra að við erum með fleiri heimsklassa leikmenn en endurnýjanlega orku og orku skiptin. Við stöndum öðrum þjóðum framar í jafnrétti kynjanna og þessi lausn byggir á því. Carbfix og förgun og föngun kannski nýliðinn og efnilegasta leikmaðurinn en okkar svona framherjar eru kannski einmitt orkuskiptin og jafnrétti kynjanna og þetta eru öll púslin sem við þurfum að ráða einna saman og við þurfum að halda áfram að byggja upp lið og finna fleiri lausnir en einmitt að efla þessar lausnir sem við erum virkilega með þegar. Já, og síðan kannski komum aftur inn að þessu eins og með mikilvægi þessara markaða, ykkar lausn, það ekki ykkur sem að fer í þetta og þetta ekki arðbær lausn í eðli sín. Sama eins og með Carbfix að dæla koldíoxíð niður í grjót, hver borgar fyrir þetta. Sama eins og þið sjá þetta sem reyndar viðskiptatækifæri inn á við, en að fara í skógrækt, þetta kostar fjármuni. Þannig að mikilvægi þessa karbonmarkaða óumdeilt. Og ég fæ aðeins að bæta við eins og niðurstaðan á Parísarsamningnum og úr Glasgow núna, þar sem við sjáum að við erum á 2,4 gráðu pathway, en við ætlum að fara niður á 1,5. Þarna verða, finnst mér, einkafyrirtæki, bara einstaklingar, stofnanir, að taka höndum saman og nýta sér þessa kolefnismarkaði og aðgerðir inn á við til þess að hjálpa aðgerðar áætlun stjórnvalda. Jú, vissulega. Gleymd að koma með spurningu þarna. Já. Nei, ég held líka að þessi kolefnis einingamarkaður, hann mikilvægur, til þess að fylla upp í þetta gat sem að Glasgow að skilja eftir, en hann líka svo mikilvægur til þess að tryggja það, eins og við erum að vinna við mörg saman í tækninefndinni ábyrga kolefnisjöfnun, að það ekki nóg bara að fara að planta tré og selja einhverjum, hérna kolefniseiningarnar frá því. Þetta þarf að vera algjörlega gagnsætt, byggt á vísindalegum niðurstöðum, þetta þarf að vera með góðu eftirliti og skráningarkerfi þarf að vera alveg tipp-topp og það það sem þessi markaður tryggir líka umfram að hafa ekki markað með kolefniseiningar. Og við erum hérna allir í þessari vinnu og að því okkur finnst þetta mikilvægt og auðvitað hefur betra að byrja á þessu fyrir áratug síðan en við erum að þessu núna og við þurfum öll bara að vinna saman og ráða þessum púslum saman. Já, líka þessir kolefnismarkaðar hafa síðustu svona, eiginlega frá París, alþjóðavísu, hafa verið alveg að springa út og síðust 2 árin þá hafa farið útgáfan á einingum hefur farið 100 milljónir tonna upp í 250 milljónir tonna sem hafa verið á þessu ári. Þannig að, og núna, ég veit ekki hvernig, af því að þið eru inn á þessu markaði og ég, bara aðgangurinn að einingum
hef ég heyrt að er orðin erfiðari, að það er orðin svo mikil eftirspurn eftir þessum kolefniseiningum alþjóðlegum. Sko, það er mitt, við sjáum alveg eftirspurnina og til dæmis bara þegar við vorum að skoða einingar fyrir árið 2021, þá var okkar fyrsta val ekki lengur til þegar við vorum búin að ákveða okkur. Og ekki það var mjög sambarlegt verkefni, þannig að við vorum alveg ánægð með einingarnar sem við fengum, en maður fann bara að eftirspurnin er mikil og maður verður að vera fljótur til á kolefnismarkaðnum að kaupa einingar bara eins og öðrum mörkuðum. Það er líka eins og maður, hingað til hefur þetta alltaf verið, sko, kaupitamarkaður, sko, verðin hafa verið lág. En núna sér maður að verðin eru að hækka á þessum einingum og bara eftirspurnin er meira heldur en frambúðið. Þannig að það eru líka bara viðskiptaleg tækifæri til þess að fara í loftslagsverkefni út allan heim. Já. Jú, og að þú nefnir verði, það er einmitt svo mikilvægt sem að þessi ábyrgur kolefnismarkaður getur tekið, að þessi grænþvottur sem að við viljum öll koma í veg fyrir, hluti af því er að verðið hefur verið svo lágt og það má aldrei vera hvatning fyrir fyrirtæki eða einstaklinga að halda áfram að menga og kaupa sér svo bara frá því ódýrt. Þannig að það er líka hluti af því sem þessi tækninefnd sem við erum öll í þarf að vinna að hvað á að vera lágmarksverðið á kolefniseiningu, þannig að fyrirtæki sjái sér ekki hag í því að sleppa því að draga úr. Við þurfum að gera þetta dýrt, við þurfum að gera Landsbankanum dýrt að kolefnisjafna sig, en jafnframt þurfum við líka bara að auka fjölbreytileikan á markað. Við erum með mikilvægar föngunarlausnir og bendingu eins og skógrækt og votlendi, en það er bara svo margar aðrar lausnir til og sem eru þegar til dæmis í þróunarríkjum, af því að þar eru við að vinna, að þar eru þegar kolefnisverkefni sem felast í því að skipta út mjög mengandi eldstæðum fyrir til dæmis orkusparandi eldstæði sem gera fólki og aðalega konum kleift að þurfa að eyða minni tími að sækja sér eldivið, af því að eldstæðið notar svo miklu minni eldivið og þá er ekki bara minni mengun frá þessu sem telst þá til kolefniseininga þegar rétt er að þessu staði og þetta er mælt rétt og eftirlit rétt, heldur hefur þetta rosa áhrif á heilbrigði konunnar og barnanna, því að konur, við vitum það að þær sitja yfir reyknum alla daga elda og það hefur ofsalega slæm áhrif á þær. Og líka bara lífsgæði. Lífsgæðin og annað verkefni líka í þróunarríkjum, við getum gert svo margt með því að vinna í þróunarríkjum, að bara það að auka aðgengi samfélaga að hreinu vatni, það gerir fólki líka kleift að drekka öruggt vatn, auka heilbrigði sitt, en aftur minnkar þörfin á því að konur og stúlkur þurfa að fara og ná sér í eldivið til þess að geta soðið skítugt og óhollt vatn. Við erum með endalausa möguleika. Já, þú ert búin að vinna náttúrulega lengi í þróunarríkjunum gegnum Rauða krossinn. Jú, og það er alveg bara ofsalega miklir við í rauninni getum bara nýtt þessi samlegara áhrif aftur eins og Anna Hulda var að segja áðan. Þú veist að það er svo rosalega mörg social impact verkefni í þróunarríkjum sem eru leið líka að draga úr losun og það væri svo frábært ef að kolefnismarkaðurinn gæti einmitt eins og við erum að stefna á að gera svona félagasamtökum og samtök sem vinna í hjálparstarfi kleift að fjármagna vinnuna sína með sölu kolefniseininga. Algjörlega. Já, þú veist, ég kannski það er bara að renna yfir þannig fáir í salnum, það er út af COVID, en það er alveg nokkur andlit sem er einmitt í þessari tækninefnd með okkur upp í Staðlaræði og þetta er mjög mikilvæg vinna sem er verið að vinna þar og er í raun og veru varð til í raun og veru tilstuðlan álits frá Loftslagsráði 2020 þar sem var verið einmitt að benda á þessa galla í því fyrirkomulagi sem hefur verið í gangi síðustu misserin og þarna verið að bregðast við einmitt gagnvart verkefnunum, gagnvart hvernig viðskiptin eiga þessi stað milli aðra og þá líka þessum yfirlýsingum fyrirtækja kolefnisjöfnun og kolefnishlutleysi. Það má ekki gleyma því að það skiptir gríðarlegu máli að fyrirtækin séu ekki að fara fram með einhverjar fullingar kolefnisjöfnun nema
að hafa farið í gegnum þessi skref eins og var með svo flott græðan hérna hjá Tómasi hérna áðan, þess að farið í að skoða innviðina áður en að ferð og hleypur í að kaupa kolefniseiningar. Og það er vonin að þegar þessari vinnu er lokið hjá tækninefndinni að það séu einmitt að það sé skýrt hjá okkur öllum hérna á Íslandi hvað það þýðir þegar einstaklingur eða fyrirtæki lýsir sig kolefnisjafnaðan. Þá þarf það að fylgja kolefnisjafnaður samkvæmt hverju og þá tölum við þessa vinnu tæknihópsinn sem er svo mikilvæg sem að við erum bæði framleiðendur kolefniseininga, þeir sem eru að jafna sig, fyrirtæki sem ætla að kaupa og jafnvel einstaklinga, því einstaklingar eiga auðvitað líka að geta keypt einingar, að það verður komin samþykkt í rauninni þessi tækniforskrift sem við erum að búa til, að þá getur fyrirtæki, ef það er að gera þetta rétt og vel samkvæmt henni, þá getur það sagt við erum kolefnisjöfnuð samkvæmt því sem kemur fram í þessari tækniforskrift sem Staðlaráð og Loftslagsráð stóðu að byggja upp. Já, og náttúrulega bara mikilvægi þess að það sé ekki vera kolefnisjafna sig inn í framtíðina, eitthvað sem hefur ekki gerst. Já. Það er náttúrulega lykilatriði og það sé staðfest að þetta hafi orðið. Já. Það er náttúrulega svona, þó að góð verkefni eins og kolviður og votendissjóður og fleira sem er náttúrulega, það er eiginlega engin trygging fyrir því. Ef þú kolefnisjafnar þig, þú veist ekkert hvort það verður raun og veru þó að við teljum að svo verði. En með þessari aðferðafræði þá er náttúrulega búið að tryggja það að það búið að kolefnisjafna eða binda þá kolefni sem þú ætlar að nýta á móti þeirri losun sem þú getur ekki komið veg fyrir. Og aftur með rekjalegum og gagnsæðum hætti. Algjörlega, og ég held að snúist líka svolítið að fræða kannski bara betur hvað felst í kolefnisjöfnun. Ég held að enginn sé að ganni sínu að kalla sig kolefnisjafnað fyrirtæki án þess að vera það. Nei, algjörlega. En ég held að ég sé bara líka spurningu fræðslu. Spurningu fræðslu, algjörlega. Já, klárlega góðu vilja bakvið þegar öllum. Bara absolutt, alveg sammála því. En vorum að því að Freyr var að tala Sorpu, Gaia, það eru Dagur talaði þessa grænugarða upp í Hólmsheiði, það sem er að gerast upp á Hellisheiði með jarðhitann þar. Það eru svo mörg tækifæri líka til þess að fara í verkefni sem ég var að segja sem væru óarðbær nema fyrir tilstuðlan kolefnismarkað sem geta hjálpa til við að skala upp þessar lausnir á skömmum tíma, af því það er það sem við þurfum að gera. Eins og jafnarinn Rón Tómasi, 6+1+8, við höfum ekkert rosalega langan tíma fram til 2030 og við verðum að nota kolefnismarkaði til þess að ná þessum árum. Annars þá bara takk fyrir spjallið, ég sé að Freyr bara andofan í hálfmálaðu á mér. Heyri, takk fyrir frábærar umræður kolefnisjöfnun og ábyrga kolefnisjöfnun, þið sem að stýra fyrirtækjum og sveitarfélögum. You better start swimming or you sink like a stone, svo ég vitna nú bara í Nobelskáldið Bob Dylan. Þetta er mjög mikilvægt. Þetta er eiginlega bara svona svipað og muniði svona 1995-96 þegar fólk var að segja, hefur þið heyrt þetta internet? Skiptir það einhverju máli? Já, þetta skiptir mjög miklu máli ef þú ert að stýra fyrirtæki eða sveitarfélagi. Ábyrg kolefnisjöfnun og ef við höldum áfram þessari líkingu með þennan landsleik þar sem við erum öll á vellinum, þá þarf að vera dálítið skýrt hvað er gilt mark, hverjar eru reglurnar, hver er dómarinn. Og þessa vinnu er verið að vinna eins og hópurinn talaði hvað er ábyrg kolefnisjöfnun, hvað er kolefniseining, við þurfum að fá þetta alþjóðlega vottað og viðurkennt, það þurfa að vera mjög skýrar, einfaldar reglur hvað á að gera og við þurfum að keyra þetta í gang þannig að við getum sem sagt spila þennan landsleik sem við erum búin að tala hér í dag og við vitum öll þá hvað eru gild mörk og hverjar eru reglurnar. En þá er það næsti hópur, panelumræður halda áfram og það er COP26, loftslagsráðstefna Sameinuðu þjóðanna í Glasgow, hún er hér í forgrunni. Ég ætla að kynna hér upp á svið Hrund Gunnsteinsdóttir, framkvæmdastjóri Festu, hún ætlar að stýra umræðunum, Auður Alfa Ólafsdóttir, sérfræðingur í umhverfis- og neytendamálum hjá ASÍ, Halldór Þorgeirsson, formaður Loftslagsráðs og Tómas Möller, formaður Festu og yfirlögfræðingur Lífeyrissjóðs verslunarmanna. Gjörið svo vel. Takk. Ég ætla að gera eins og mömmu ráðherra, ég ætla að setja klukkuna á, stilla okkur bara af í tíma svo við getum spjallað saman í rólegheitunum.
Gaman að vera með ykkur í dag. Frábær dagskrá, frábær innlegg sem hafa komið fram hérna í morgun. Hátíðlegur dagur líka, marg fyrirtæki sem skrifuðu undir loftslagsyfirlýsingu Festu og Reykjavíkurborgar hérna í morgun. Við vorum að tala um kolefnismarkað og mikilvægi þess að halda til haga hvað er raunverulega jafnað og hvernig þetta virkar allt saman í stóra samhenginu. En loftslagsmálin eru svo stór og víðfeðm og í rauninni þá eru þau partur af því ákalli sem við erum að lifa núna að hagkerfin okkar þurfa að breytast. Þetta eru kerfislægar breytingar sem loftslagsmálin fela í sér sem kallar að kerfislæga nálgun og í rauninni þegar öllu er á botninn hvolft þá eru loftslagsmálin alltaf tengd líka vistkerfi jarðarinnar. Við erum ein jörð eins og Tómas kom inn á áðan og við erum að passa okkur að hugsa hlutina í vistkerfi og líka þannig að við hlúum að því hvernig jörðin getur endurnýjað krafta sína til þess að viðhalda sér hreinlega svo að framtíðin sé sjálfbær. En ég er hérna með frábært fólk með mér, mikill heiður að fá að vera með ykkur hérna í dag og við ætlum aðeins að ræða bara svona lykiláherslu sem komið fram á COP26 sem er loftslagsfundur Sameinuðu þjóðanna og er í rauninni afrakstur af áralöngu verkefni, áralangri vegferð. Mér langar að byrja á Auði Ölfu. Sko, stór hluti af loftslagsfundinum og allir þessari umræðu er það sem kallast á ensku just transition eða réttlát umskipti og við erum lítið land og við förum oft störukeppni við eina yfirskrift í einu, fókuserum á oft einn hlut í einu og það hefur aðeins glemst kannski að ræða réttlát umskipti og mér langar eiginlega bara að byrja að byrjunu hvað fela réttlát umskipti í sér og hvað er það svona sem við þurfum að vita núna og hefur komið fram í tengslu við COP? Já, einmitt. Þetta er alveg rétt hjá þér. Það er alltaf að tala þennan samfélagslega þátt af sjálfbærni og hann er nefndur, hann nefndi þetta í ræðu sinni og Halldór líka og ég held að sé allir ræðumenn hér búin að koma inn á þennan samfélagslega þátt en samt gleymist hann svolítið í umræðinni. En þessi réttlátu umskipti snúast einmitt það, það hvernig við getum aukið velferð, jöfnuð og réttlæti meðfram þessum umbreytingum sem að verða. Og í kjarnan í raun og veru snúast réttlátu umskipti að þeim kostnaði og ávinningi sem hlýst af þessum umskiptum og þessi tækifæri og þær byrðar sem felast í þeim að þeim verði skipt með réttlátum og sanngjörnum hætti. Og þá felast svo líka í því að almenningur, launafólk og neytendur séu hafðir með í ráðum þegar verið að móta aðgerðir og að almenningur eigi eitthvað hlutdeild í þessum breytingum sem er að verða. Þannig að þetta er eitthvað sem er alveg nauðsynlegt að hafa í huga og sjálfbærni verður ekki til nema við horfum til þessara þátta. Bara mjög vel útskýrt og kannski aðeins líka til að koma inn á það. Loftslagsmálin eru hluti af þessu regnhlíf sem er sjálfbærni og sjálfbærnin felur í sig félagslega þætti, samfélag, mannréttindi og fólk, manneskjur. Svo erum við með góða stjórnarhætti og síðan erum við með umhverfis- og loftslagsmál. Þannig að það er svo gott að hnykkja eins á þessu. Það er eitt sem við ræddum aðeins daginn, þessi flotti hópur í samtali okkar sem er hluti af undirbúningi fyrir þennan panel í dag. Sem mér langar aðeins að biðja að segja nokkur orðum að við höldum áfram. Og það er þetta með að réttlát umskipti séu forsendur árangursins. Þú ert aðeins búin að koma inn að, ertu til í aðeins að taka betur utan um það? Já, einmitt. Já, í raun og veru réttlát umskipti er ekki bara einhver þáttur sem við þurfum að horfa til varðandi þessi umskipti, heldur þetta grundvallar þáttur og í raun og veru forsenda fyrir því að við getum farið í þessar breytingar og forsenda þess að það verði samstaða þessar aðgerðir af því að ef umskiptin er ekki réttlát og þessar byrðar og þessi tækifæri dreifast með ósanngjörnum hætti að það grefur undan samstöðu aðgerðirnar eins og við sáum til dæmis í Frakklandi í sambandi við gulu vestin að þar reis fólk upp þegar kolefnisskattar voru lagðir á sem að bitna
hlutfallslega mun að koma verð niður á þeim sem eru tekjulægri og á sama tíma voru stjórnvöld í Frakklandi að fara í að lækka skatta eða veita fyrirtækjum ívilnanir til þess að geta dregið úr mengun. Þannig að svona birtist óréttlætið og þetta auðvitað grefur undan þessari samstöðu sem algjörlega nauðsynleg til þess að við getum haldið þessari vegferð áfram. Einmitt, og svo náttúrulega tengist þetta líka því að við höfum aðeins komið inn að ríki og kjörnir leiðtogar þurfa líka að hafa hugrekki til að taka ákvarðanir til lengri tíma og það sem oft því til fyrirstöðu þessi ambisjón að vera kosin aftur eftir 4 ár, við búum við lýðræði og það er ákveðinn stuttur tími í því. Þannig að kjósendur þurfa að vera í góðum höndum og þess vegna er svo mikilvægt að við hugsum öll nákvæmlega þennan hlut. Það er ekki bara hlutverk yfirvalda heldur líka með fyrirtækja og okkar allar sem erum inn á þessum landsliðsvelli. Ég hef aldrei áður spilað í landslið og mér finnst þetta er bara mjög góð byrjun. En ok, þá kannski aðeins ef ég fæ að koma til þín, Halldór, núna. Þú ert einn mesti reynslubolti okkar Íslendinga þegar kemur að starfi á vettvangi Sameinuðu þjóðanna, alveg sérstaklega þegar kemur að samningum, samningagerð, markmiðasetningu í tengslu við loftslagsmálin. Og þú varst í innsta koppi í Parísar viðræðunum og mér finnst alltaf mikilvægt að taka það fram af því það, þú veist, við búum í litlu samfélagi, hver einstaklingur er dýrmætur og ég er alltaf til dæmis þakklát fyrir það að við höfum fengið starfskrafta og hugvit Halldórs með okkur núna síðastliðin ár. Og þannig að mér langar að spyrja þig, þú hefur verið ofta á loftslagsfundunum og þekkir þetta. Hvað við ræddum það líka Halldór daginn, þú veist, í þessu samtali við búum á Íslandi, við erum á Íslandi en við erum ekkert eyland í þessu samhengi, þú veist, þetta er einn stór heimur. Þannig að mér langar að spyrja þig bara, hverjar eru svona lykiláherslurnar sem þér finnst mikilvægt að við höfum í huga fyrir næstu skref sem við tökum og þá kannski hver eru næstu skref? Jú, það kristallaðist að mínu viti mjög mikið í Glasgow, þessi spurning hvað er það sem að gerir því að leiðtoga og hvað felst í því að vera leiðtogi og ef þið hefði ekki gert það þá myndi ég hvetja ykkur til þess að hlusta á ávarp Bretadrottningar og ég fannst hún kjarnað þetta öðrum fremur þar sem að hún kallaði á að leiðtogar myndi rísa upp undir þeir ábyrgð að vera leiðtogar og gerði þar greinamun á þessu leiðtogahlutverki annars vegar og svona stjórnmálum dagsins og það lönd sem að standa verst í dag eru einmitt lönd þar sem að hefur verið mikið skautun og það hefur mikið tekist á ákvarðanir og í mörgum tilfellum engar ákvarðanir teknar eða það eru kannski teknar og svo er þeim snúið við aftur eftir 4 ár. Og þar raunverulega, við þurfum að horfast í augu við þar raunverulega vera bara að berjast hver á stjórnmálin og í mörgum eins og löndum að þá eru stjórnmálin raunverulega rekin af jarðefnaeldsneytis hagsmunum og það er mjög erfitt að fyrir slíka leiðtoga að rísa undir þessari ábyrgð en ég held að sé líka áhugavert að velta því fyrir sér svona hvaðan kemur þessi siðferðislegi styrkur sem að myndi gera fólk að leiðtogum og í París til dæmis að þá þetta var ekki svo mikið það að allt í einu kviknaði ljós í sambandi við niðurstöðu í samningaviðræðunum heldur var það miklu meira þessi aðri tilgangur sem að einhvern veginn svona leiddi til þess að það var ekkert aftur snúið. Það náðist þessi samstaða að ráðast á vandann og tryggja að allir ættu hlut í framtíðinu og þar voru til dæmis trúarleiðtogar mjög mikilvægir og þeir sem voru að vinna í lausnunum. Þannig að þetta mjög áhugavert svona sambland á milli þess að láta hlutina gerast og að sýna forystuna. En það hins vegar annar vandi sem ég held við þurfum svolítið að horfast í augu við að það hvað það erfitt að hugsa sem heimsborgari. Og við þurfum að þjálfa með okkur þá eiginleika
Og hér á landi hefur heyrst að við getum fríað okkur ábyrgð með því að benda á aðra. Þá eru eiginlega svona uppáhalds vondumennirnir, það Kínverjar, sem hafa gert meira snúa við loftslagsvandanum og fátæktarvandanum heldur en flestar aðrar þjóðir og eru á margan hátt í forystu en eru líka verksmiðjur heimsins og við höfum engar áhyggjur af því að kaupa af þeim vöru og þannig að ég held að sé mjög mikilvægt einhvern veginn og sérstaklega mikilvægt líka þegar við ræðum við börnin okkar og ungt fólk einmitt að ræða svolítið þessa sameiginlegu ábyrgð og það mjög svona, það gefur tilgang líka að hugsa þetta sem verkefni en við þurfum líka að finna öllum stað á vellin og það það versta sem ég held að svona gagnvart loftslagsangist ef að þú finnur, ef þú hefur ekki svona agency, þið finnst ekki eins og þú hafir nein tök á málinu. Þess vegna svo mikilvægt að allir finni sér leið inn í verkefnið og þar svona skiptir mjög miklu máli að fólk treysti því virkilega að leiðtogarnir séu leiðtogar. Maja, aðeins kannski, ég veit ekki hvort þú sett undirbúin fyrir þetta, en þegar þú segir að það er mikilvægt að allir finna sér sína leið og svona skynji erindi sitt, finna sitt agency eða þannig. Og tala tilgang bara, ég meni það, erum við vön því að tala hver upplifir þú að hafa tilgang í lífinu, hver þinn tilgangur í lífinu, að vera svolítið opin fyrir því líka. Að eins og þegar við erum að tala að finna okkur farveg fyrir þessa þörf til þess að taka til höndunum, ertu með einhverja pælinga varðandi það, eins og bara eitthvað svona, segjum bara, ungt fólk eða fólk sem bara að vinna langa vinnudaga eða háskólanemndir eða háskólakennarar, auðvitað, lítil meðalstór og stór fyrirtæki, eitthvað svona, eitthvað sem við erum öll hérna bara eitthvað meðaldra og upp úr, sem getur við opnað einhver hlið, eitthvað sem við þurfum að gera betur? Já, ég held bara að verkefnið þurfa að vera miklu sýnilegra. Og svona málstaðurinn, ef við megum líka nota annað orð sem svona innihaldsríkt orð, að við þurfum einhvern veginn að horfast miklu meira í augu við þennan málstað og hvað í honum felst og þó ég hef ekki sjálfur upplifað það, þá þykist ég viss það að það sem að knúði íslenska þjóð áfram í fyrri orkuskiptum var trú á það að við ætluðum ekki að bara sitja eftir í fátækt og það var mjög áhugavert að þessum dagur minnt okkur á hvar við vorum á þessum tíma og þegar ég var að byrja að vinna hjá rannsóknum landbúnaðarins þá var Ísland hafði ennþá rétt á að taka við þróunaraðstoð. Þannig að þetta ekkert svo langt síðan og þess vegna held ég að við þurfum einhvern veginn að gera okkur grein fyrir því að kyrrstaða ekki valkostur, heldur þurfum við að sækja fram og byggja upp eftirsóknarvert kolefnishlutlaust Ísland. En það gerist ekki að sjálfum sér og stór hluti af því akkurat þessi sýn og þess vegna draumar líka og þannig að ég held að við þurfum og við erum frábært listafólk líka sem nær einhvern veginn að tengjast þessum frumkrafti sem ég held að þurfa að virkja núna. Frábært, takk. Tómas, gríðarlega mikil vinna hefur farið fram síðustu ár í kringum loftslagsvandinn, við setjum það í það samhengi sem tengist lögum og reglum, umgjörð og hvötum í atvinnulífinu. Og þegar við tölum atvinnulífi þá erum við auðvitað að tala fyrirtækin. Við erum alltaf líka að tala hið opinbera. Þetta allt samofið. Og við erum að færast yfir þessi umskipti, við erum að færast yfir í grænt hagkerfi, við erum að færast yfir í hringrásar hagkerfi, lágkolefnahagkerfi. Þú ert einn af þeim hérna á Íslandi sem hvað best inn í þessu málum og þessari öru þróun. Hvað felur þessar breytingar í sér og erum við í stakk búin fyrir þær hérna heima? Já, við þurfum örugglega allavega á öllu okkar lið að halda vegna þess að þetta sem þetta vísa í, þessi reglubálkar og viðmið, alþjóðleg viðmið og þetta kemur mikið líka um Evrópuréttinn út af EES-samningnum. Þetta gríðarlega mikið umfang og þetta flókið
Og það líka flókið sko að kannski áskorunin að innleiða þetta þannig að þetta gerir gagn. Við séum ekki bara uppfylla lagakröfur, heldur þetta raunverulega gerir gagn í þeim fyrirtækjum og stofnunum sem við erum að reka. Og það má skipta þessu pínlítið í tvennt. Þetta Parísarsáttmálinn, ég meina það frábært að vera komið núna með svolítið handfasta reglubók til þess að fylgja því eftir. Heimsmarkmiðin, við erum bara rétt að byrja að uppskera af heimsmarkmiðunum 17. Það eru endalaus tækifæri. Nú svo alls konar alþjóðleg viðmið sem við höfum verið að vísa í áðan hérna hjá GFR, að í þeirri skýrslu bara listi yfir alþjóðleg viðmið, alls konar skammstafnir svo TCFD og svo framvegis sem eru alþjóðleg viðmið sem fyrirtæki og stofnanir geta tekið bara og nýtt sér. En það sem stendur okkur næst þróunin í Evrópuréttinum. Og þar erum við, og það kemur ekkert í við hvort maður sé með á móti Evrópusambandinu eða ekki. Þessi orðið bara alþjóðlega viðurkennt að Evrópusambandið hefur tekið svolítið leiðtogahlutverk í þróun löggjafar á sviði umhverfismála sem ekkert annað en bara tungumál. Þannig að fjárfestar, fyrirtæki, almenningur, neytendur, þeir sem eru að kaupa inn vöru og þjónustu, skilji hvernig hann geti talað saman með skilvirkum hætti. Og þeir eru til dæmis, þessar reglur hafa margar tekið gildi innan Evrópusambandsins, óhemmi vinna farið fram þar. Það munur renna inn að okkar fjöru á næstu 1–2 árum og jafnvel svolítið framþútt. Það er þess að nefna örfá dæmi. Það að koma tilskipun eða reglugerð Evrópusambandsins að fjárfestar eigi útskýra fyrir endafjárfestunum, Jón og Gunnar Götunum sem eiga eignir hjá fjárfestunum, hvernig þið fara með loftslagsáhættu. Og það þarf að gera það með skilvirkum hætti. Það er búið að skilgreina hvað eru umhverfisábyrgar fjárfestingar. Það er verið að búið til sams konar skilgreiningu fyrir félagslega þáttinn. Þannig að þessi mekanismi til. Og já, ég meina við erum 360.000 og það ekki allir sérfræðingar í þessu hér, við þurfum öll okkar leið að halda. Akkurat. Já, þetta er stórt, en þú sagðir þetta væri að taka gildi næstu 2–3 árum, kannski með tvískipta spurningu, hversu meðvituð heldur að við séum það? Þá er ég að meina stjórnvöld, en ég er líka að meina hagsmunasamtök og svo er ég að meina lítil og meðalstór fyrirtæki og síðan kannski hver væri helsta fyrirstaðan fyrir röskri innleiðingu, að við þurfum eiginlega svolítið að massa þetta? Já, sko þetta er ekki næstu 2–3 árum, næstu 1–2. 1–2 árum, já. Og við erum að tala regluverk sem er byrjað að hluta til að praktísera í Evrópusambandinu. Sko fyrirstaðan í raun og veru það er náttúrulega mannaflið. Ég veit alveg að fólk sem stjórnsýslunni og störfum hlaðið, en við þurfum ekkert að bíða eftir þetta sé innleitt í gegnum formlegt ferli EES-samningsins. Þetta er allt regluverk sem er til á netinu, búið að staðfesta í Evrópusambandinu, við getum gert það fyrir. Og sum fyrirtæki sem við erum að versla við eru byrjuð að innleiða það líka, þannig að það hlýtur af áhrif. Já, ég meina við erum með tvískráð fyrirtæki, við erum með svona Marel og Össur sem eru farin að vinna eftir mörgum af þessum reglum, og það er svo af því að það vísa er lítil og meðalstór fyrirtæki. Það er verið að útvíkka skópið svona sletti, þannig að þessar reglur það sem kallað í dag ófjárhagslegar upplýsingar og verða kallað á næsta ári fjárhagslegar upplýsingar, það munur ná líka til lítil og meðalstóra fyrirtækja, nú náður til 11.000 fyrirtæki í Evrópu, þau verða rúmlega 50.000 og þar með líka á Íslandi, en kannski aftur tækifærið fyrir góðri innleiðingu felst í því að fyrirtækin geta þó útskýrt eins og var nefnt inn í fyrirparinu með sannarlegum og gegnsæjum hætti hvað þau eru að gera þegar þau aðgengi ódýrari fjármagni. Nú, þau eru þá væntanlega að fara með skilvirkara hætti að kolefnishlutleysi sem styrkir samkeppnisstöðu þeirra og þau styrkja stöðu á samkeppnismarkaði. Þannig að það er heilmikið fyrir fjármálastjóran, forstjóran, markaðsstjóran, sölustjóran að vinna þarna. Og kannski bara eitt örstutt að ég veit að þetta skiptir máli fyrir okkur alls sem neytendur, þannig að öll þessu umgjörð líka til að koma í veg fyrir grænþvott. Ekki satt? Já, jú, það er þetta gegnsæi og stöðlun. Jú, ekki spurning. Sko, þetta er svo skemmtilegt og við erum aðeins að eigum bara örstuttan tíma eftir, þannig að mér langar eiginlega bara á síðustu mínútunni að bara ganga röðina og við ætlum aðeins að taka utanum bara í örstuttu máli sko bara þessa stefnu til lengur tíma, þú veist, mikilvægi sýn, að hafa sýn, mikilvægi samtalsins og kannski þú kemur örstutt inn að Halldór með loftslagstilgang, þannig ég má byrja þér, Auður. Já, takk fyrir. Já, mér langar kannski líka bara aðeins að nefna svona dæmi þessi tækifæri og þessar byrðar og þennan kostnað og ábyrgð sem við erum að tala í réttlátum umskiptum og að því að Halldór kom inn á orkuveituna og hvernig hún var byggð upp og það var, þjóðin sammæltist að byggja það upp, að í henni fólst líka gríðarleg bæting á lífskjörum og þess vegna var þessi samstaða meðal annars
það og ef við horfum bara til dæmis til samgangna og þegar við erum hérna á þessum viðburði sem á vegum Reykjavíkurborgar að hérna og ef við setjum loftslagsaðgerðir í samgöngum í samhengi við réttlát umskipti þá erum við að horfa á það að kolefnisskattar hafa verið hækkaðir hérna mjög mikið sem hækkar auðvitað verð á bensíni og þetta kemur hvað verst niður á fólki sem hefur lægri tekjur. Á sama tíma erum við verið komin mjög stutt í að bara gera fólki það mögulegt að breyta hegðun sinni. Markmið með kolefnisskattum auðvitað að breyta hegðun og hvetja fólk til þess að nota aðra samgöngumáta eða skiptir yfir í rafbíla. En mjög lítill hluti fólks hefur tækifæri til þess af því að rafbílar eru dýrir og almenningssamgöngur eru lélegar. En á sama tíma, þá renna ívilnanir vegna rafmagnsbíla að stærstum hluta til þeirra sem hafa efni á því. Þannig að þetta er hluti af samtalinu sem við þurfum að eiga? Algjörlega og þetta er líka tækifæri til þess að efla velferð og bæta lífskjör fólks að ferðast með ódýrari hætti en við vitum það að samgöngukostnaður er bara einn stærsti kostnaðarliðurinn í bókhaldi hjá fólki og ef við tölum fyrirtæki af því að þetta er festa sem er samfélagsábyrgð, félagssamfélagslegar ábyrgðar hjá fyrirtækjum að þá þurfa fyrirtæki auðvitað líka að fókusa á meðfram því að draga úr útlosun að bæta aðstæður starfsfólks og efla starfsfólk með því að leggja áherslu á endurmenntun, og endurmenntun og stuðla að fjölgun grænna góðra starfa og svo framvegis og mjög mikilvægur punktur þetta með neytendur og gagnsæi að neytendur þurfa að geta metið í sinni ákvarðanatöku hvað fyrirtæki er að gera og svo þurfum við líka að passa upp á þetta að velta ekki ábyrgð í of miklu mæli yfir á neytendur af því að neytendur hafa bara takmarkaða möguleika til þess að þessar breytingar verða ekki drifnar áfram af hegðun neytenda þó það sé þetta hluti af stóru myndinni þannig að Bara mjög gott mál, mjög flott dæmi, mjög konkrétt og bara örstutt að við erum eiginlega að renna út af tíma, Tómas kannski og svo Halldór, bara mikilvægi samtals, þessi sýn. Já, ég held að við þurfum bara að hugsa þetta þannig, það er gott að líka þessu kappleikum, við erum í spretthlaupi til skamstíma, við þurfum á sama tíma að hefja langhlaup til langstíma og það er svona aðeins verið bent á það að það er hættulegt fyrir okkur að hugsa að það nú er halvöru við mengun fram til 2030, það þarf að hugsa alla lausnir þannig að þær haldi óhindrað áfram. Mér finnst það bara gott eins og kom fram hjá Halldór áðan, við erum að færa okkur í lágkolvetnishagkerfi, hvað sem hverjum finnst það og það skiptir máli bara fyrirtæki og stofnanir búnir að fá framtíðarpassan eða eins og maður segir bara eru þær future proof eins og sagt á ensku. Það er engin smá verkefni að tækla það. Takk, Halldór. Það sem ég vildi undirstrika í lokin er að réttlæti er algjör forsenda samstöðu og það er mjög mikið óréttlæti sem felst í öfgum auðs og fátæktar á heiminn, í jörðinni. Og stór hluti af þessum vandamálum sem við erum að standa frammi fyrir tengjast í að við erum að finna hreinni þróunabraut fyrir stóran hluta mannkyns og við höfum verið að horfa á hvar við stóðum, það eru aðrir að gera þetta sama núna. Og þeir eiga okkur að og við höfum unnið töluvert með Kínverjum, við höfum að fara að vinna núna miklu meira með Indverjum líka og síðan höfum við aðeins byrjað að vinna með vinum okkar í Afríku. Þannig að ég held að þetta snúist rosalega mikið þetta að skapa réttláta framtíð fyrir alla á þessari jörð og það er alveg hægt en það krefst ásetnings. Það krefst ásetnings. Frábært. Ég þakka ykkur kærlega fyrir þetta spjall. Næst langar mig til þess að kalla hérna upp á svið til mín Rafn Helgason sem er ritari ungra umhverfissinna og Huldu Þórisdóttur sem er dósent við Háskóla Íslands, gjörið svo vel. Það sem við ætlum að gera hérna næstu mínúturnar við ætlum annars vegar að biðja Rafn sem er
biðja Rafn að gefa okkur endurgjöf á það sem fram hefur farið hérna í dag og kannski aðeins í stærra samhengi bara í umræðinni kringum loftslagsfund Sameinuðu þjóðanna. Við höfum hvatt hann til að vera heiðarlegan og hugrekkan og við viljum öll vera hliðaropnarar í sjálfbærari framtíð. Og svo ætlar Hulda Þórisdóttir, því við þekkjum það öll og við sem erum búin að tala þetta kannski í 10, 20, 30 ár að einhvern tímann var sagt að við værum að steikja jörðina pönnu og fólk bara shit, það er hræðilegt maður og svo bara heldum við áfram að gera hlutina sem við höfum alltaf gert. En það er ákveðnar svona taugalíffræðilegar og hegðunarlegar svona rannsóknir og þekking sem við höfum til þess að segja hlutina á þann hátt að það fá okkur einhverlega til þess að líkamna þá, skilja þá betur og gera svo eitthvað í málunum og finnast við kannski geta gert eitthvað í málunum og það er ákveðin tækni sem að mig langar allavega að læra mun betur inn á. Ef ég fæ kannski bara að byrja á þér, Rafn. Já, gott að vera hvattur til að vera heiðarlegur. Ég tók bara svona niður nokkra punkta til þess að velta fyrir mér svona endurgjöf á þessum viðburði og rétt eins og segi, ég var líka að koma á COP og fekk svona smá smurþefun af þessari umræðu sem eiga sér stað þar og ég verð að segja að ég er bara rosa stoltur af því að vera hérna í þessu herbergi með ykkur og í þessu landsliði. Mér finnst þetta mjög fyndin og skemmtileg samlíking og ég gat eiginlega ekki hægt að hugsa hann allan tíman. Ég að byrja að skrifa punkta Halldór í markinu. En það var svona það sem að vakti, ég ætla bara að fara yfir punktana og svona segja það sem að ég upplifði sem að mér fannst sterkt og það er í rauninni að fyrsta sem ég hugsaði var sko hver er miðjumaðurinn hérna. Og það mér fannst svo skýrt hérna að Guðmundur, Guðný, Ívar og Aðalheiður komu hérna með þessa tengingu þar sem að markaðirnir verða að tengjast vistkerfunum. Og það sem að ég upplifi, það sem að maður óttast oft við þetta er náttúrulega þessi grænþvottur. Mér finnst svo gott hvað við erum að adressera hann á heiðarlegan hátt og við séum að vinna að því að það sé í fyrirrúmi að tryggja áreiðanleika eins og við töluðum. Þetta þýðir ekki að vera að gera þetta á fölskum forsendum, það þarf að gera þetta konkrét og vel og að tryggja að bindingin eigi sér stað. Þannig að ég var rosalega ánægður með það. En mér fannst kannski kjarninn koma hérna fram þegar, og eitthvað sem að mér fundist kannski vanta í umræðinni almennt er það að þegar Halldór talaði það að það er árangur fremur en fyrirætlanir og efndir fremur en áform. Og þetta hefur kannski verið eitthvað sem að ungir umhverfissinnar hafa talað að það sé ákveðin þörf á því að það sé ekki bara nóg að lofa fram upp í ermina eða inn í framtíðina, heldur þurfum við að tryggja efndirnar og þá þurfum við að sjá samdrátt í losun og endurheimt vistkerfa og heilbrigð vistkerfi í dag en ekki eftir endilega 10, 20 eða 30 ár. Þannig að ég er kannski búin að tala svo mikið Nei, alls ekki. Þetta er bara frábært. Ég einmitt, þú veist, að tala að gera hlutina strax, þú veist, eða á morgun ekki eftir 10, 20, 30 ár. Langar að segja eitthvað meir það? Þú veist, ég meina eins og við erum búin að heyra alls konar fyrirheit hér hlutleysi 2030, Ísland 2040 og kannski einhvers konar önnur tímamark sem við höfum sett okkur. Er eitthvað sem ég langar að segja meir það? Er það nóg til dæmis? Eða? Já, ég meina, þú veist, auðvitað eru langtíma markmið forsenda þess að við getum verið með skipulagðar áætlanir það hvernig við ætlum að komast að þessu í markið og alls engin gagnrýni á það í eðlisinu, það er bara mjög gott. En þú veist, kannski tala aðeins til að reflekta á það, þá fannst mér í raun og veru mjög svona skemmtilegt eða sorglegt dæmi að sjá einmitt loka sprettin á COP þegar í raun og veru var búið að koma inn mjög merkilegum áfanga inn í samningana að taka á kolum, taka á jarðefnaeldsneyti. Og á lokametrunum koma ríki sem að hafa mikla hagsmuni að gæta varðandi kol og útvatna þessar útfærslur og biðja að það sé frekar verið að fasa niður heldur en að fasa út. Og þetta var sérstaklega talað Indland, Kína og fleiri ríki í þessu samhengi. Og svo eftir COP þá kom maður heim og horfði á fréttirnar í Íslandi og hvað var í fréttum? Jú, það voru hræðileg loftgæði í Indlandi. Og maður hugsa bara, ok, þarna var sendinefnd Indlands og fleiri ríki að koma fram, en fyrir hverra hagsmuna voru þau að gæta? Þegar maður sér þessar
andstæður þannig fyrir fram að sig, sko. Akkurat. Og svo náttúrulega á svona stórum Sameinuðu þjóða fundum, þá þetta aðildarríki Sameinuðu þjóðanna hátt í 200 talsins og það verður oft í loka samningum ákveðin svona lægsti samnefnari sko voldugustu ríkjanna samt í svona skjali og við erum akkurat hérna í dag að tala þú veist að það enginn sem segir að stórfyrirtæki, borgir eða einstaka ríki þurfa að fylgja því. Þannig að það kannski eitthvað sem við þurfum að taka til okkar eða ekki. Að við getum gert betur en það. Jú, algjörlega, við sjáum það alveg að við stundum frammi fyrir alveg rosalegu ástandi. Ég meina það bara, þú veist, við erum einhvern veginn, við erum að tala upp innan vettfang sem þetta og COP og það sem við erum að koma saman og ræðum þessi mál og mér finnst við vera að gera það nokkuð vel. En við verðum líka átt okkur á því að ástandið nú þegar orðið mjög slæmt víða heim og við erum að sjá vistkerfi, við erum að sjá náttúruhamfarir og aukna tíðni náttúruhamfara víða heim og það kannski líka vert að velta því fyrir sér sko, þú veist, erum við í stakk búin til þess að taka á svona málum þar sem að þau í raun og veru að gerast á jarðfræðilegum skala þegar við einmitt eins og þú nefnir hérna í fyrra erindi að við erum ofta að vinna innan tímarama sem eru 4 ár í lýðræðinu, eru kannski ársfjórðungur í fyrirtækinu og það svolítið erfitt kannski að einmitt ná þessum málefnum sem að gerast yfir svona langt tímaskeið inn í þessa hugmyndafræði og hugsun sem að felst í þeim kerfum sem við búum við. Sem að við þurfum einmitt að tilengja okkur þessi langtíma hugsun. Þetta frábæri punktur, en mér langar að hoppa yfir til þín, Hulda, þú ætlar að leysa þetta fyrir okkur hvernig við segjum frá og virkjum fólk. Nei, en sko það að hugsa til lengri tíma ekki bara erfitt í lýðræðisríki og fyrirtækjarekstri, heldur líka bara skilst mér bara oft á tíðum taugalíffræðilega að skynja áríðandi. Já, en kannski byrja að taka fram, ég ekki stjórnmálafræðingur heldur, sálfræðingur og tala hér sem slíkur og í krafti minnar þekkingar á félagslegri sálfræði og því sem við köllum hegðunarvísindi. Já, það má eiginlega segja að rétt eins og að takast á við þessi mál hefur nefnd helsta áskorun mannkyns, þá það mörguleiti fyrir stærsta áskorun sálfræðinar að takast á við þessi mál, hvernig getum við breytt viðhorfum fólks og ekki bara það, heldur hvernig getum við síðan fengi fólk til að hegða sér til samræmis við viðhorfum sín. Þannig að einn svona stærsti lærdómurinn úr rannsóknum á sálfræði undanfarna áratugi og reyndar langt síðan við sálfræðingar komumst að þessu, en það það að hegðun fylgir ekki endilega viðhorfum. Viðhorfabreyting ein og sér, til dæmis með fræðslu, ágæt en hún dugar ofsalega skammt og það þessi stóra gjá þarna á milli, þannig að við þurfum alltaf að vera með það á hreinu þegar við erum að tala, hvort sem við ætlum að erum stjórnmálaflokkur að reyna að fá fólk til að kjósa okkur, selja þeim vöru nú eða í sambandi við loftslagsmál og sjálfbærni, að við verðum að vera með á hreinu hvað það sem við þurfum að gera hér. Við að reyna að breyta viðhorfum fólks og það vissulega til alls fyrst yfirleitt, eða við að reyna að fá fólk til að hegða sig með ákveðnum hætti. En þetta náttúrulega, já, svolítið svona ultimate áskorun sálfræðinar eins og fleiri fræðigreina vegna þess hvað ætlar að gera. Hérna ertu með óhlutbundinn vanda sem fólk getur ekki fest hendur á og þú með hann í svo löngu tímaspanni þar sem að fólk getur ekki fundið, því við vitum það mjög erfitt að fá fólk til að hafa áhyggjur af einhverju sem bara í fjarlægri framtíð. Þannig að þetta hefur verið það, en náttúrulega það sem að breytast og kemur svo skýrt fram hér í dag. Mér finnst áhugavert að heyra það sem sálfræðingur sem ekki að hugsa þessi mál dagsdaglega eins og þeim mörg hér, þetta urgency sem komið í umræðina og það náttúrulega öflugt vopn fyrir viðhorfabreytingar. Þá gerist þetta að þetta verður nær í tíma, þetta ekki lengur einhver bara fjarlæg ógn sem enginn þarf að hafa áhyggjur af. Þetta eitthvað sem þetta hafa áhyggjur af núna og ekki bara það heldur vitum við úr rannsóknum á sálfræði að fólk, ef við lítum á bara kerfi, eins og til dæmis bara kerfi sem við búum við, þar sem við höfum bara notað einkabílinn og neitt og ekki verið að huga sjálfbærni, ef það hefur verið kerfi sem við höfum búið við, að þá við, almennt það bara mannlegt eðli, við erum rosalega treg til að breyta því kerfi sem við búum við, ríghöldum í kerfið og réttlætum það, finnum leiðir til að segja þetta sanngjarnt kerfi, þetta gott kerfi.
og þannig að það er svolítið erfitt að láta kerfisbreytingar eiga sér stað. En rannsóknir hafa sýnt að þegar fólk allt í einu sér að kerfisbreytingar eru óhjákvæmilegar, þær eru að fara að gerast, að þá erum við ótrúlega fljót að snúast og sveif með þessu nýja. Og ég held að mörguleita allavega svona tónnin sem ég bæði að heyra bara sem almennu borgari, ég horfa á fréttir og hér í dag og sem kannski að horfa á þetta með mínum sálfræðingsaugum, er að þetta moment er svolítið núna. Að fólk, að þú þarft, já, að nú er kerfisbreytingan eiga sér stað og það er, já, út frá sálfræðilegu sjónarmiði, rosalega öflugt moment og annað líka úr rannsóknum á sálfræðinu og það er fyrirbæri sem að heitir tapfælni eða loss aversion og er mjög vel dokumentera og skilaði ákveðnum mönnum Nóbelsverðlaununum í hagfræði fyrir, þetta séu svona sálfræðirannsóknir, að okkur þykir alveg ofsalega vont að tapa og það er öflugri motivator, það er öflugra, það er auðveldara að fá fólk til að gera eitthvað með því að höfða til þess að það mun ekki tapa einhverju heldur en að það muni græða eitthvað. Þess að tapið er svo sárt að það er öflugri hvati heldur en hugmyndin gróða. Og í dag tel ég orðið miklu auðveldara en nokkru sinni áður að stilla upp þessum málum að ef við erum ekki með, ef við tökum ekki þátt í þessu, þá töpum við. Og það vill enginn tapa. Við viljum öll vera með. Þannig að áður fyrir var þetta meira, já það er svo mikilvægt, við ætlum að bjarga jörðinni. Þá er þetta stilt upp sem gróða. Og já, björgum, já það er fínt, gerð þú það, ég ætla aðeins að gera annað. En núna bara, nei, ég ætla ekki að missa þessu, ég ætla ekki að tapa. Og tala og náttúrulega þetta er bara raunverulega, þetta er ekki bara eitthvað retorík, þetta er veruleikinn. Og þá er þetta náttúrulega auðveldara að fá fólk með í lið, þú ert ekki bara að spila með eitthvað orðagljáfur heldur, getur sýnt fram á það með raunverulegum gögnum. Þetta eru frábæra krækjur og frábæra ráð. Kannski eitt, af því að mér langar svo áður en við hættum bara að biðja að gera nummer 1, nummer 2, nummer 3, bara svona þessi 3 punktar sem þú ert svolítið búin að segja, bara í einföldu máli þannig að það límist örugglega. En áður en við gerum það, þá langar mér svo að spyrja því að því við erum líka alltaf að feta þennan veg, þú veist, hvar sköpum við kvíða á meðan við viljum skapa urgency, þú veist, tilfinningu fyrir hvað þetta er áríðandi. Og hefur eitthvað um það að segja handa okkur svona ráð? Já, sko, ég hef eitthvað smá um það að segja. Óttaboð eins og þetta, bara eins og við þekkjum öll ekki byrja að reykja, fara í krabbamein, ekki nota eiturlyf og allt það. Þessi óttaboð hafa reynast mjög vel. Þau eru öflug við að fá fólk til þess að breyta með ákveðnum hætti að því gefnu að því séum leið gefna bjargirna til að bregðast við. Og það er auðvelt, ég ætla bara ekki að byrja að reykja og ég ætla að mæta í skimun og ég ætla að gera þessa hluti. En hvað með loftslagsmálin? Það er erfiðara af 2 ástæðum, það er ekki alveg eins augljóst hvað ég get gert sem einstaklingur og auðvitað síðan tölum við líka náttúrulega þetta með hvað ef að varpa mikill ábyrgð á einstaklingin og allt það. En líka, sko, þó að ég geri þetta, þá er ég ekki vissum að Jón og Gunna í næsta húsin og hvað þá Jón og Gunna í Kína gera það sama. Þannig að þetta verður aðeins erfiðara að beita óttaboðunum hér. Það þarf þá að vera miklu afmarkaðara, skýrara, ekki almennt bara jörðin er að steikjast á pönnu, heldur akkurat þetta mál. Það er ekki nógu gott hvernig við í Reykjavík erum að endurvinna. Við þurfum að flokka betur. Það þarf að vera meira konkrét hegðunin sem að myndi ég segja. Ok, mjög gott. Má ég biðja að segja svona, bara draga saman þessar nokkra punktar sem þú ert búin að nefna svo að þeir límist betur áður en að... Já, ég held að það sem að mér liggur á hjarta að taka fram er að það er rosalega mikilvægt að við séum ávallt meðvituð um það að það fer ekki saman viðhorfabreyting og hegðunarbreyting. Að breyta viðhorfum er eitt, að auðvelda hegðun er allt annað. Og til að auðvelda hegðun er það mikilvægt sem ég ger, ég er ekki bara að nefna þetta en ég vil koma því að það er umhverfið sem að hegðun á að eiga sér stað í. Við þurfum að auðvelda fólki að framkvæma hegðunina og hanna umhverfið með það í huga. Þannig að það er þetta tvennt, mikilvægt þess að vera allt meðvituð það að það er ekki bara þetta fræða. Og í kannski þá annað sem ég vildi að festa, setja hér eftir, er þetta með að nú er lag að þegar fólk skynjar kerfisbreytingar sem óhjákvæmilegar, að þá ferða borð og ég held að það sé svolítið tónninn sem er verið að slá núna og kannski á lokum þetta sem ég nefndi áðan með tapfælnina, að það er líklega öflugra að hefða til þess að fólk vil ekki tapa því sem það hefur nú þegar heldur en að það græði eitthvað nýtt. Æðislegt, ég heldur sem bara ready to go. Er eitthvað sem þú vilt bæta við?
Já, nei, kannski bara, þú veist, bara þetta svo áhugavert einmitt, maður velti þessu fyrir sig, sko, maður sér myndir af ísbirni, þú veist, hvaða áhrif hefur það á mann, maður sér ísbirnin horaðan á klaka einhvers staðar, þú veist, það svona ákveðin ótta, en ég hef oft verið að velta þessu fyrir mér einmitt og hvað var til þess að bara ég persónulega fór á mína braut í þessu og þetta bara svo flókið, einmitt eins og þú segir, þú veist, hvað það þarf að vera ákveðin pressa en það þarf líka að vera lausn, þú veist, sem maður getur komið auga á. En bara kannski í lokinum langaði bara að segja að það sem ég var líka að tala um áðan hvað þetta var einmitt mikill kraftur hérna og mikill hreinskiptni að það sem held ég að þurfa að gera slíkt í samfélaginu það að sé orðræðan og orðfæri sem við notum loftslagsmálin sérstaklega sé einmitt byggð á hreinskiptni og að við horfum svolítið á hlutina, sko ekki bara tala hlutina í höfðatölu þegar það hendar okkur. Þetta líka eins og þeir eru hérna með loftslagsmálin. Það bara, þú veist, við erum með losun upp á 41 tonn á höfðatölu hérna í Íslandi að meðan það er meðal til 8 í Evrópu, þú veist, þannig að það ákveðin svona, þú veist, erum við raunverulegi leiðtogar í fagnasi sem sagði einmitt að við þurfum að vera leiðtogar á ákveðnum sviðum, en það líka, partur líka hreinskiptin að segja við erum loftslagsleiðtogar á ákveðnum sviðum og okkur langar að vera loftslagsleiðtogar á fleiri sviðum og byrja að tilgreina þau. Og vera svona heiðarleg með það. Já. Æðislegt. Þakka ykkur báðum kærlega fyrir. Virkilega gaman að vera með okkur. Sömuleiðis. Takk fyrir okkur. Já, algjörlega frábært og það sem þú segir Hulda var þetta aðgerðir og hegðun, það rifjaðist allir upp fyrir mig að því við erum alltaf að tala um einhvern landsleik núna að fyrir mörgum árum síðan þá var ég ungur útvarpsmaður og tók viðtal við landslistþjálfarann Guðjón Þórðarson fyrir einhvern landsleik og ég var mjög gagnrýnar spurningar fyrir landsleik og hann horfði bara svona framan í mig og ég var mjög hræddur þegar hann horfði bara svona mjög beinskeyttur á mig og sagði You can talk the talk, but can you walk the walk? Og þetta bara svo ógeðslega gott. Það bara svo auðvelt að tala, það alltaf miklu erfiðara að gera, en það það sem við þurfum að gera. Við þurfum bara að fara að framkvæma og það eru róttækar aðgerðir framöndan, róttækar kerfisbreytingar. Herðum, það komið að lokum hér, nú komið að loftslagsviðurkenningunni. Ég ætla að þakka öllum þeim sem voru með erindi hér, öllum þessum frábæru erindi sem við fengum að heyra og umræðarnar voru frábærar. Takk þið öll sem komið þarna og tóku þátt í þessu. En nú var að loftslagsviðurkenningin og áður en hún verður formlega afhent, þá ætla að sjá örstutt myndbrot með kynningum á þeim sem hlutu viðurkenninguna árið 2020. Það voru Landspítalinn og Carbfix. Sjúkrahús hafa óhemju stórt vistbor. Þetta eru stórir vinnustaðir, flóknir vinnustaðir með alls kyns stoðþjónustu, þvottahúsum, eldhúsum, birgðastöðum, óhemju innkaupum, einnotavöru og sóun. Þá gripum við til ýmissa aðgerða, til dæmis að setja upp eyðingabúna fyrir glaðloft. Við hættum að nota olíuketil á Hringbraut sem var orkugjafi þar og þessar tvær aðgerðir til dæmis drógu saman losun gróðurhúsalofttegunda 1000 tonn sem svona sirka eins og ársakstur 450 bíla, eitthvað svoleiðis. Við lögðum líka ríka áherslu á vistvæna samgöngu, bætt aðstöðu starfsmanna, við erum að vinna að orkuskiptum bílaflotans, við erum að horfa á kælikerfin okkar, við höfum verið aðilar að festu frá upphafi og settum okkur strax í upphafi 2016 markmið að draga saman losun 40% fyrir árslok 2020 og það tókst og við vorum ekkert smá stolt yfir því að hafa fengið loftslagsviðurkenningu Festu og Reykjavíkurborgar í fyrra. Við erum með fullt af ungu fólki sem vinnur hjá okkur. Við finnum að það skiptir máli í dag að hafa þessa hluti í lagi. Loftslagsáskorunin sem við stöndum frammi í rauninni eitt af stærsta verkefni sem mannkynið hefur staðið frammi fyrir. Það að taka höndum saman til þess að snúa við skipinu og við erum að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að hafa áhrif á það. Okkar markmið snúa að því að tæknin okkar nýtist til þess að farga koldíoxíði á gigatonn skalanum
á komandi árum. Það tekur auðvitað tíma að komast þangað og með það markmiði þá erum við að vinna að því að byggja upp ný verkefni sem að annars vegar fanga koldíoxíð staðbundið dæla niður. Við getum flutt koldíoxíð langa vegalengd og bundið hér eins og við erum að undirbúa í Kóta-verkefninu. Og svo í þriðja lagi erum við að vinna með tæknifyrirtækjum sem fanga koldíoxíð beint úr andrúmslofti og við getum þá fargað því varanlega. Þannig að með því að sækja fram á þessum ólíku frontum þá teljum við að við munum geta haft verulega áhrif í aðgerðum í þágu loftslagsins. Við erum á þeim stað núna að við erum búin að koma tækninni á ákveðin stað og við erum að vinna að því að skala hana af því að verkefnið eru þetta gigantískt. Við þurfum að fanga og farga gríðarlegu magni af koldíoxíði á komandi árum og við ætlum að gera okkar hluta til þess að það geti orðið að veruleika og við náum okkar markmiðum. Á sama tíma þá höldum við ötul áfram að þróa tæknina frekar af því að þó hún sé mjög góð eins og hún í dag þá vitum við að með áframhaldandi nýsköpun þá getum við beitt henni til þess að binda koldíoxíð í ennþá fjölbreyttari aðstæðum heldur en við getum í dag. Það er auðvitað rosalega mikil viðurkenning fyrir ungt nýsköpunar- og sprotafyrirtæki eins og Carbfix að hljóta nýsköpunar viðurkenninguna sem við fengum í fyrra frá Festu og Reykjavíkurborg. Og það er auðvitað bara gæðastimpill á það nýsköpunar- og þróunarstarf sem að við erum búin að vera að vinna og höldum áfram að vinna. Frábær verkefni og raunverulegar aðgerðir. Svo ég vitna eftir Guðjón Þórðarson, það skiptir engu máli hvað þú segir fyrir landsleikinn, það skiptir bara máli hvað þú gerir inn á vellinum og þetta eru alvöru verkefni. En nú er komið að afhendingu loftslagsviðurkenninga fyrir árið 2021. Borgarstjóri og formaður dómnefndar, Líf Magnúsdóttir og borgarfulltrúi og borgarstjóri Dagur Bjarkjarson sjá afhendinguna. Í dómnefndinni í ár ásamt Líf Arnar Másson stjórnarformaður Marel og meðlimur í stjórn Festu og Lára Jóhannsdóttir prófessor við Háskóla Íslands. Líf og Dagur, verið velkomin. Takk og takk fyrir alveg frábær erindi, frábær pallborð og frábæran dag loftslagsmálin. Og það var engu við að bæta nema kannski bæta við það sem Hulda var að segja að eitt form svona hvata eru verðlaun og lyfta því sem vel er gert og það erum að gera núna í 5. sinn sameiginlega Reykjavíkurborg og Festa. Og við erum, sem bara markmið viðurkenningarinnar er að lyfta því sem vel er gert í loftslagsmálum og undirstrika að þetta er hægt. Og það er hægt að standa sig vel og það er hægt að vera framalega. Og það sem hefur verið lögð áhersla á er sem bara raunverulegur árangur. En svona það sem er erfitt í því og dómnefnd veit ég lagði áherslu á í ár er ekki bara að gera það sem stendur þér alveg næst, heldur hugsa alla aðfangakeðjuna út í gegn og birta upplýsingar það helst alveg allt. Og þar var mat dómnefndar að það væri tiltekið fyrirtæki sem hefði skarað fram úr og það er mér mikill heiður að kynna að það er Landsvirkjun sem var hlutskörpust og hlýtur loftslagsviðurkenningu Festu og Reykjavíkurborgar fyrir árið 2021. Gjörðu svo vel. Hér svona einhvern veginn, einhvers staðar. Mér ætla að leyfa mér að lesa hérna niðurstöðu og rökstuðning dómnefndar. Landsvirkjun stefnir að kolefnishlutleysi árið 2025. Fyrirtæki hefur árabil unnið að upplýsingagjöf kolefnisspor sitt og meðal annars sett vinnu í að meta innra kolefnisverð sem er hvati til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda í daglegum rekstri. Loftslagsbókhald hefur verið staðfest af ytri aðila. Fyrirtæki hefur fengið háa einkunn hjá alþjóðlega aðilanum Carbon Disclosure Project, CDP eða A. Þá er fyrirtæki með rauntíma mælaborð á aðgerð í loftslagsmálum, viðamikið samstarf varðandi nýsköpunarverkefni
og afurð fyrirtækisins er orka úr endurnýjanlegri auðlind með lágu kolefnisspori. Landsvirkjun hefur dregið úr beinni losun umfang 1 3171 tonn ígildi á milli árana 2019 og 2020 eða 8% á einu ári. Og þegar horft til allrar losunar hefur losun dregist saman 3919 tonn eða 7%. Losun á hverja orkueiningu hefur einnig dregist saman sem hefur áhrif á kolefnisspor allra viðskiptavina Landsvirkjunar og dómnefndin hvetur síðan Landsvirkjun áfram til góðra verka meðal annars með að bæta mælingar og upplýsingagjöf varðandi umfang í þessum 3. fasa aðfangakeðjun og að ytri vottun verði án takmörkunar. Til hamingju Landsvirkjun. Á ég að vera með á myndinu? Ég neita því aldrei. Þessi er heiðarlega í kampinu. Frábært. Það er boðið upp á það. Það er boðið upp á það. Heyrðu, við bara þökkum kærlega fyrir þessa viðurkenningu sem verður okkur hvatning til áframhaldandi góðra verka og ég vil taka fram að þetta er samstillt átak allra í fyrirtækinu. Við tökum loftslagsmálin mjög alvarlega og það endurspeglast í allra okkar starfsemi og það eru allir starfsmennirnir okkar sem eiga hlut í þessu hér. Og ég lofa ykkur því að við munum halda ótröð áfram og gera enn betur. Takk. Takk og til hamingju aftur Landsvirkjun. Við erum ekki alveg hætt vegna þess að við ætlum líka að vera með sérstök hvatningaverðlaun. Já, sko, má ég aðeins útskýra það? Já. Okay. Sko, það er þannig, nú hef ég setið í þessari dómnefnd í 3 ár, 3 sinnum og við vitum aldrei hvaða tilnefningar koma eða hvað við fáum. Þannig að við höfum aldrei frjálsar hendur ýmislegt. Og ráðum þessu bara alfæri sjálf. Og eins og þið sáuð á kynningunni áðan að þá veitum við nýsköpunarverðlaun síðast en núna eru sem sagt hvatningaverðlaun. Þannig að það er eðlisólíkt en engu að síður að það er mjög gaman að hafa svona frjálsar hendur að gera hvað sem er og geta það tekið líka góðar tilnefningar sem að ekki þá hljóta festuverðlaunin og svona lyft þeim upp. Það er mjög mikilvægt. Okay? Takk fyrir formaður dómnefndar. Og þá er glöggt fundafólk sem hefði rekið höfuðið í það að það var nýsköpunarverðlaun í fyrra og hvatningaverðlaun í ár, hafa fengið svari við því að það er vegna þess að dómnefnd hefur nokkuð frjálsar hendur en markmiðið er það sama, skiljiði, að lyfta því sem er áhugavert, spennandi, velgert og skiptir máli. Og hvatningaverðlaun að þessu sinni er til verkefnisins loftslagsvænn landbúnaður. Já, og meðan þau koma sér fyrir hér ætla ég að rekja það að þetta er samstarfsverkefni Ráðgjafarmiðstöðvar landbúnaðarins, Landgræðslunnar, Skógræktarinnar, Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins og Umhverfis- og auðlindaráðuneytisins. Verkefnin miðar að því með fræðslu að hvetja bændur til markvissra loftslagsaðgerða og nýsköpunar. Í dag eru 40 bændur þátttakendur í verkefninu og það er stutt með beinum hætti við þeirra eigin markmiðssetningu loftslagsmálum með fræðslu og ráðgjöf. Búrekstrargögn eru sett inn í kolefnisreikningsvél þar sem kolefnisgildi búsins eru reiknuð út og lögð áhersla á að samþætta rekstrarlegan ávinning og loftslagsávinning þáttakenda. Það verður spennandi að fylgjast með þessu verkefni áfram og ég held ég muni þá tölur rétt frá COP að ef við tökum heiminn í heild þá eru alltaf 27% í raun af öllum útblæstri í heiminum sem megi rekja til landbúnaðar og matvælaframleiðslu. Þannig að þetta er risa sneið af kökunni sem við verðum að fjalla hér og þeir eru til fyrirmynda, til hamingju.
Bara takk fyrir frábæran dag, en fyrir hönd loftslagsvæns landbúnaðar þá þakka ég bara kærlega fyrir þessa mikilsverðu viðurkenningu. Hún er ómetanleg hvatning fyrir bændur til þess að vera virkir þáttakendur í loftslagsvegferðinni og eflir okkur til dáða sem stöndum á bak við verkefnið. Við höfum svolítið fjallað í dag höfum við fjallað svolítið samstarf en styrkur þessa verkefnis felst í mjög öflugu samstarfi. Við erum með öflugar fagstofnanir og 2 ráðuneyti sem standa á bak við okkur. Viðurkenningin hún hvetur náttúrulega þáttakendur, bændur þessa lands til dáða í sínu loftslagsverkefnum og gerir þá öflugum fyrirmyndum. Við bara þökkum kærlega fyrir. Takk fyrir okkur. Þá þessari afhendingu lokið. Það bárust eins og áður margar fleiri frábærar tilnefningar. Við rekjum þær ekki en bara þó maður vinni ekki 1 árið að þá getur maður tekið þetta næst. Og já. Við erum eins og svona líf og dagur stundum. Já. Það sem við gerðum líka í ár, sem er ólíkt því sem við höfum áður gert, var að við tókum allar tilnefningarnar og hvöttum þau áfram og það má nálgast þetta á sem sagt vefnum hjá okkur. Þar sem að við tökum hverja og eina tilnefningu og segjum allt sem er gott og hvað kannski megi betur fara og einmitt til þess að hvetja það til dáða, til þess að sækja næst. En Landsvirkjun sækir líklega ekki næst, en ég veit ekki. Landsvirkjun heldur en Bíkó, Klappir, Munasafn Reykjavíkur, Strætó, Vís og hugsanlega fleiri geti sótt innblástur inn í umsagnir dómnefndar á vefnum. Takk fyrir velunni stóru dómnefnd og takk fyrir frábæran fund Festa. Já, takk fyrir Dagur og Líf og takk fyrir þið öll sem komið þarna og takk fyrir þið sem horfðuð. Þetta er búið að vera frábær fundur, mjög kraftmikill og ég var hérna á mjög sambærilegu fundi fyrir 10 árum síðan, nákvæmlega í þessum sal og ég verð bara að segja að það hefur bara ýmislegt breyst. Það er einhvern veginn komið miklu meiri fókus og miklu meiri kraftur og markmiðasetning mun skýrari. En þessi lokið í dag og fyrir hönd Festu og Reykjavíkur vil ég þakka öllum sem að þessum fundi komum. Þau sem komu fram að dagskránni með okkur í dag, loftslagsráð, ungir umhverfissinnar, nú dómnefndin sem gaf alla sína vinnu í vali fyrir loftslagsviðurkenninguna, sérfræðingahópurinn sem sér að viðhalda og uppfæra loftslagsmæli Festu og Efla sem að gaf vinnu sína við að uppfæra mælin. En takk fyrir fundin og ég ætla að enda fundin á því að vitna í vinkonu mína og skáldkonuna Elísabetu Jökulsdóttur. Framtíðin fylgist með þér. Takk fyrir.